Já, Birgir, þú varst að tala það að heyrist ekki nóg vel í Ray Parker Jr. Nei. Ég held þú getur ekki hvart eftir þetta. Nei. En það er spesial. Já, það er svo gaman að mættir hérna í gír og ég er bara byrjað að þakka Tomma á krúsinni. Vá. Já, vá. Við kíktum við á messan Lækjargötu, okkar menn. Ég bara byrjaði að tala þessar gellur. Ég hef aldrei smakkað hana eins. Nei, ég veit ekki gellur. Ég held ég þekkti gellur en nei. Nei, þú þekkir ekki gellur fyrir smakkar Tomma Cruise. Já, ég greinilega vissi ekki alveg, ég var að miðskila koncepti gellur áður en ég mætti hérna í kvöld, en þetta var hrikalega gott. Þú veist, það er talað gellur, skilurðu, en þetta eru gellur. Já, og líka, þú veist, að Tomma Cruise-inni, menn þekkja Cruise-ina á Selfossi sem að, þú veist, þeir eru með kökur upp á 10 en maturinn hann á Lækjargötunni í messanum. Ekkert eðlilega gott. Já, þú veist, líka bara, ok, ég ætla bara að tala tandurhreina hérna. Þú veist, ég hélt að fiskur gæti ekki verið góður. Ég er ekki mikill fiskmaður. Mætti hérna, þú veist, Tomma Cruise er búin að vera væli með að fá að mæta hérna í þáttinn og fá að vera hluta af þessu. Ég mæti á messan í kvöld. Þetta er bara besta máltíð sem ég smakka. Já, unreal. Það er verið að... Gellurnar, mælum með þið. Snúa þér úr kjötmann í fiskimann. Ég ánægður með það. Já. Það er meira en að segja, en svo erum við að sjálfsögðu talandi sælkerfina sem við erum, þá er Barjón Mosó. Já, heldur betur maður. Það er ekkert að fjölur það, bara, þú veist, akkur að fara að kenni þegar þú leynir fríð í staðin fyrir að taka bara... Nei, algjörlega, og svo var ég... Sesta bara niður með vinnu með fjölskyldunni. Já, svo er sem mömmumatur hjá með hátinn, okkur 1990 kall, all you can eat, bara geðveikt dæmi, sko. Já, og síðan líka, þú veist, ég ætla ekki að ljúga neinu sem er að hlusta. Við erum búin með 2 og 3 bjóra, jafnvel 3 bjóra. Já, ég held að ég hef nú bara fengið mér einn, en ég svona reyndi að passa mig fyrir þáttinn, en þarna, jú, þið fengu hérna aðeins fleiri. Ok, já, en þú veist, málið er bara það að þjónustan var hreyfli frá A til B. Vá, það var skemmtilegur hreyfils sem fengum en það keraninga heim. Já, ég ætla ekki að fjölur það, en það var... Nei, ég ætla ekki að koma það, en bara þetta var mjög skemmtilegt, sko. Þannig að þeir eru alltaf bara einu kölski að dressa okkur fyrir útskriftina. Komum betur það eftir, en kíkja Tómas Sjöberg í sérsveim. Það er bara, það gerist ekki betra. Síðan náttúrulega Payday sem við kíktum í kaffi til daginn, það eru þvílíkir topp. En ef þið eru með lítið fyrirtæki, meðalstórt fyrirtæki eða bara einstaklingar, einyrkjar, bara, þú veist, að sjá bókhaldið, bara hafa þetta rafrænt. Þeir eru bara frumkvölar sem hafi ekki fengið það los sem þeir eiga skilið. Algjörlega. Ekki spurning. Þannig að kíkið á Payday. Það er bara payday.is og síðan er það kemi og þeir eru ekki bara með glussa, þeir eru ekki bara með grímur, Birgir. Nei, mér langar ekki að nefna þetta því að þú veist, mér finnst það oft gleymast í umræðinni að það er það sem að drepur rafgeimana, sko, það er kuldinn. Það er kuldinn og það er of seint þegar hann bilar. Það er einmitt að þetta benda á, sko, að kemi.is á Tunguháls og þú veist, það er sama hvort það sé nýr rafgeimir eða frostlög eða hvað sem það er, bara kemi.is eða Tunguháls 11 að bara mæli hygglust með. Mér sýnist þið vant enn svona. Lúpið. Hvað ertu með þetta í höndunum? Ég er með lúp núna. Lekur þetta það? Nei, og þetta er svo lítið. Þetta er bara, þetta er stóðið svona minni púðar saman bragð. Já, lúp mini, tjekki á þeim. Algjörlega, þú veist, þetta lekur ekki fyrir 18 ára eldri, þetta er algjört hax. Svo eru sjálfsög með Dominos. Já. Aftur, þú veist, hvernig á maður að kynna Dominos? Þú ert ekki að finna í pjóli með að segja Dominos sem er góða pítsur, sko. Þetta er bara það sem að fólk... Nei, ég bara minni fólk að sjá þeir að því að, þú veist, það bara, þú veist, þú ert ekki maður með mönnunum um Dominos. Það einu sem ég get kannski sagt er að vera duglegur að tjekka tilbúinum. Því að, þú veist, þeir eru með þessi hádegistilboð. Neta er í gangi núna, 50% allur öllum pizza og matsæli. Pantar á netinu eða appinu. Já, þannig að, þú veist, bara algjörlega. Klárt. Ekki spurning, en við erum í gír í kvöld og það er langt síðan við höfum tekið þátt. Alvöru skákþátt. Back to the roots. Já, og líka, við erum ekki bara 2 í kvöld.
Nei, við erum ekki tveir í kvöld. Við erum með, sko... Okkar besta vinn. Já, eins og ég kalla alltaf King Geitina. Já. Nei, Máni fara sjálfsögur sjátt, en við erum með Bjössa Þorfinns og það er bara fallbyssa á okkur tungumali, þannig að spurning hvort við hendum ekki good shit introlag, bara allt í botn og Björn Þorfinnsson, Ritstjóri DFF, verðandi stórmeistari og stemningsmaður með meiru, vertu velkomin. Takk. Bjössi, Birgir, þú kannski rúlar út rauðadreglunum fyrir hann. Takk. Tökum þetta, og ég líka veit svona. Uss, sorry. Hafið heyrt þetta? Þetta er kunnlegt stef eins og maður segir. Þetta er gamli Common-kallinn. Hann var minn maður í gamla dag. Bjössi, vertu hjartalega velkomin. Takk að þið fyrir. Nú er að fara að detta inn besti reynda parturinn. Getur þú tekið flautið sem varst að taka fyrir þáttina? Nei. Ekki sanga pöntum. Ekki sanga pöntum. Þetta er rosalega lag. Þetta er mjög gott lag. En Leifur, fyrsta spurning er alltaf svo sama, nema það að núna erum við með fucking skákmann sem er miklu fucking betri við. Þannig að ég segi bara... Talaðu fyrir sjálfa þig, ég og Bjössi. Stál í stál. Ok, Leifur, þú ert, Bjössi, þú ert ritstjóri DFF. Hvað sinnur skákinni mikið? Það eru 24 klukkutímar í sólarhring. Hvað hugsaðu mikið skák á venjulegum degi? Sko, ég hugsa rosalega mikið skák. Já. Á hverjum einasta degi og ég næ ekki að samt að sinninni á neitt hátt nema það, ég skal bara viðurkenna það, ég er með eitthvað besta skor bara örugglega í heiminum í að vera á klósettdollunni að tefla, sko. Já, það málega. Nei, veist, ég bara... Ertu bestu þar eða? Nei, veist, ef ég fer á klósettið, þá tefli ég og þegar að álagið allt er sem klikkaðast í vinnunni að þá stundum bara lauma ég mér inn á klósett og tefli til að bara losna úr Er þetta 3-0? Já, alltaf 3-0 eða jafnvel 1-0 á síma, sko. 1-0 á síma á dollinni? Já, og ég er með rosalega þumaböta, sko, ég veit ekki af hverju. Já, þú ert betri á, þú að segja okkur það, þú ert betri á síman heldur á tölvu, nokkur tíma. Þú ert besti skákmaður sem ég veit sem teflir á síman frekar en tölvu. Ég myndi alltaf freka tefla, einsmínúta skák á síma heldur en með mús, sko. Já, að það? Já, bara allan daginn, ég er miklu fljótari með puttan, sko. Já. Peakratingtest.com Ég held að ég sé ekki að ljúga en það er, í 3-0 er það 2750. Það er, Leifur, það er, ég ætla að viðurkenna það er hærri en flesti gestir sem hafa komið hingað. Já, við komum... Ég held að það sé bara Hjörvar sem að sé hærri, sko, Já. af Íslendingum. Við komum inn á þetta í senast þetta, en þú hefur líka tekið nokkra ansi góða andstæðinga lagt á að velli á netinu. Ef kom bara stuttina á hverju þú hefur tekið á chess.com eða Leechess. Ég held að stærstu höfulegurinn séu Peter Svidler. Já. Og Mórusevic. Já. Peter Mórusevic. Já, þannig að maður næri einum og það er það sem ég dýrka við, sko, chess.com, hvernig þið flokka þetta til stigum að ég fyrir inn á closet og DFF og bý til eitthvað random match, sko, og bara eftir 10 sekundur er kannski að tefla við eitthvað stórmeistara og get bara þannig að það er svona alvöru challenge jafnvel þú sést í einhverju, sko, 10 minútna glugga inn á closeti í vinnunni, sko, og það er bara þetta er alveg geggjað, sko, ég vildi bara að þetta hefði verið eitthvað meira í bóði. En lendur ekki samt í, sko, þú ert að klósetinu að tefla, skilur við, og svo tapar kannski einni eða jafnvel tveim að lengja þess klósetpostuna, skilur við. Jú. Og þetta er bara svona, Bjössi bara þetta klukkutíma að vinnutíðin. En vinna mín fer að ótrúlega miklu leiti í gegnum svona, rafræn samskipti í dag, sko. Já. Bara, að henda hugmyndum millum fréttir og
þannig að það er ótrúlega hvað ég get sinnt vinnunni samhliða því að tefla á klósitinu sko. Já. Einhvern veginn held ég að þetta sé að frendi einhverju hérna Nei, Leifur, ég held við bara mjög vandræðalegri fyrirsögn Nei, Leifur, rýfum bara kikkin og tökum fyrst skák. Nei, bara til að slúta þessu, þá langaði mig að bara koma inn á það því að þú veist, ég hef stundum hort að Birki í öfundaraugum af því að hann er hérna norðan megin við 2000 og ég er hérna sunnan megin við 2000, bara til að tala reyna íslensku og ég sé að Birki er að narta í einn og einn, kannski VFGM eða FM og tekur á stundum. Já. Stundum bara oftast, já, áfram. Er þetta allt rautt þarna við hliðin á nafnu? Er þetta bara að tefla við titlaða menn eða? Þegar ég er að tefla chess.com? Já, meir og minna, svo fer maður stundum niður og annars líkt sko. En málið það er það sem ég finnst sko, geggjaðast að við að tefla og líka sko, ekki bara netunum, líka bara in real life, að það er að eins og eitthvað svona haugur eins og ég sem er ekki að sinna skákinu nógu vel, elska samt að tefla að ég get samt einhvern veginn sko verið samkeppnisstafi við bara eitthvað fólk sem er bara algjörir atvinnumenn sko. Já. Og bara, jafnvel þó ég tapi heldur skákinu á lokum, bara það að vera sko næstu því að taka eitthvað sko, það er bara nóg fyrir mig sko, þannig að ég það er eiginlega bara svona kikki hjá mér að vera samkeppnisstafi við eitthvað mjög góða skákmenn sko. Já, en að því ég er búinn að lofa ritstjórnum á DF ansi volgri fyrirsögn sko. Já. Þannig að þú ert að flengja GM sem það hægri vinstri á chess.com. Já, en ég er líka mjög reglulega flengtur. Og ekki af einhverjum sem eru stórmeistarar sko. Nei, en þá kannski vindu okkur bara í fyrstu skákina sem er auðvitað í boði Gambino. Ríkala gott rauðvín. Já, skál fyrir Gambino. Þetta er einnig alveg rosalega gott. Skál. Leifur að stilla þessu fyrir þig. Já, við erum strax komið challenge. Arnar Milutin, beint í djúpulegu. Okkar besti maður? Já, Arnar Milutin okkar allra besti maður er komið challenge. Ok. Niðurlagan fyrir mig. Arnar Milutin er með hvítt og... Þetta er 30 mínútna skák. Ég held að segja engin plústími. Það er ekki plústími? Nei. Þetta er 3-0, þannig að það er erfitt að spila, Benoni. Það er pínu óþægilegt að vera ekki með þumalinn á þessu, en ég skal reyna aftur á meðan Björns er að byrja þessa skák, þá langar mér bara að koma inn á það, þú veist, fólk er byrjað að stilla inn og ég hvet fólk til þess að kommenta, challengea, af því að ólíkt kannski viðtalsþáttunum, þá erum við núna vissulega að vakta kommentakerfið. Leifur, bara töðum það reyna. Við erum back to the roots. Já, við erum back to the roots. Við erum farnir að sækja í grassrótina sko. Við elskum skákina. Það er svo gaman að vera komin aftur í alvöru skák. Já. Bjössi er líka að gera okkur hátum drauði. Hann er að reykja 15 ára strák. Ég er alveg ánægður með að sko venjulega þegar hinn 2 skipti sem ég kom yngar þá að þið verið að röfla út í eitt og tröfla mig sko, en nú er það grjóthalda kjafti, þannig að þetta er bara lúksus sko. Fýtt þú bara. Já, fýttu bara sko. Leifur, ég er alltaf að undirbjóð sko, við undirbyggum fyrir þátt sko, eins og þetta væri bara hefðbundin þáttur, ekki Leifur? Já, jú, þetta er bara, við erum með spurningar og læti, en það sem að breytist hins vegar ég er að vakta kommentakerfi, ég sé strax að Frikki23 spyr, verða bara að spila 3 mínútur. Svarið við því er nei, við værum alveg til í lengri tímamörk sko, nei, málið það, við tökum við öllum challengeum, bara challenge okkur, við tökum því lengri sko, af því að okkur langar líka að spjalla við Bjössa sko. Já, en líka bara, þú veist, hei, ef að fólk er duglegt að kommenta og challengea þá bara velunum við það, skilur, það er það sem okkur finnst gaman að fá smá þáttöku hérna. Þannig að challenge er bara eins og við viljið. Þannig segur að Milutin maður. Já. Hann er að æfa sig. Er hann að æfa sig? Já, Gauti sér alltaf, hann segir alltaf þessi strákar. Við erum alltaf að æfa sig? Já, þú segir þessi strákar. Milutin er með mig í köðlunum. Við erum ekki eins og að gjanna björn. Rittari C6 lítur ágætlega út, ég verði bara að viðurkenna það. Já, takk. Ertu að vinna með honum? Nei, sorry. Þetta er náttúrulega bara... En við verðum að gefa Bjössa það að hann var í helvitis góðu hlaðborði hjá messanum sko. Já, gert vel við okkar mann. Var það í boði Gambino eða? Bjössi, það var í boði Tómas Þórðarssonar. Já, hvernig fannst þér plokkfiskurinn?
Hann var reyndar alveg geggjaður sko. Þetta bara Byrju, ha? ég er samt að fara að tapa alveg rosalega. Bjössi, ég hef búin að lofa að lappa út með 100% skór, sko. Þetta er fyrsta skákin, sko. Verð ég að fara að enda í 0% bara í skák. Þetta er seinast skákin ef þú tapar. En endan ekki svo díka með mig þarna í leiknum Já, í gæri. fucking frakkan. Fucking díka með mig, Býtu, sko, ég vil bara byrja á því að taka það fram að ég horfði náttúrulega að díka með mig hérna flengdan í, ég fór til Budapest og horfði á Ísland-Frakland, sko. Já. Við skulum hérna, hann að díka með mig, hann á ekkert inni á mér, sko. Hann gat ekki neitt þá, sko. Þú vilt meina að Danirnir skuldu okkur ekki neitt og við skuldum þeim ekki neitt? Nei, þú veist, ég fór til dæmis líka á Ísland-Danmörk og hérna... Já, ég hugsaði, er Bjössi drottning undir? Nei, drottningans er á F8. Já, þú veist, þetta er smá vandræði, sko. Ég held að þetta verði alltaf læg. Þetta verður undir ekki alltaf læg, ég er að grúttapa. Hann er ekki að ná tíma sem neitt. En hérna... Já, ég fór nút, en málið það að hérna Danirnir unnu okkur hérna með naumyndum. Er ekki 4 mörkum eða? Já, samt naumyndum, við vorum að Já, standa í þeim. okay. En málið er að, þú veist, allir í höllinni, Danirnir og allt, þeir voru ekkert eitthvað sko geggja ánægði með sigurina því að þú veist, það voru Íslendingar sem unnu þann leik sko svona mentally sko, það vissu allir að hvað forföllum við vorum að vera fyrir og þannig að danski stöðningsmenn voru bara, þú veist, þeir voru bara svona impressed sko hvernig við stóðum okkur sko. Þessi leikur, Ég er búinn að tapa. Fram að því, Hvar get ég gefist upp? Já. Akkur er þetta ekki? fram að því, Fáninn. voru Arnar Vilhelm, Danir vel ekki búin gert. að vinna með minna en 9 mörkum þegar það mætti okkur. Þú átt skilið bjór á messanum. Settum hræðarnar á borðið og vitimenn. Já. Stóðum Hvað er okkur þetta? Taktu því bara. Að makkarinn maður, við tökum makkarann. Já, svo var einhver að challenge það, hann kemur bara næstur. Já, en þú veist, já, við stóðum okkur að sjálfsögðu hetjulega, en þú veist, hvað hata Danir okkur mikið, þú veist, hvað, mér líður ennþá eins og við séum nýlöndið þó, þeim sé svo drullu saman okkur að bara, En Leifur. nei, í alvörunni, Birkir, ræðum þetta aðeins. Já. Nei, við verðum líka að gefa okkur það sko hérna á síðasta stórmóti þá töpuðum við fyrir 30. Ungurum og Danir dutt út sko og Eftir við unnum þá, eða ekki? Nei, við hérna töpuðum fyrir Ungurum og Danir dutt út sko. Þannig að Danir er alveg vanið því að við drullum upp á bak og klúrum fyrir þeim sko. Já. Það er enginn að segja mér þessi bólugraflið þjálfari hafa ekki munið eftir því sko. Ég hef gaman að danska þjálfara Nei. minna. Sjá þetta gerpi með þessi tattoo, þessi, sko, ég er að tala að mér hérna, en þú veist, bara, ég gæti ekki hort á hana mann, sko. Nei, ekki frekar en hvítu stöðuna. Nei, ég ætla ekki að gera þetta. Nei, betur, drottnir yfir F7 bara. Ég væri samt ekki mát sko, en ég... Nei, þetta var samt lúka eðlilega sé ekki, sko. Spaðin, ég kannast eitthvað við hann er með hellingar stigum, Bjössi, þú ítir á spaðan. Er þetta ekki... Það er það? Já. Makkarinn? Hvað er með? 1850? 1730, já, í stuðinskókum, já. Ok. Þú ert búinn að henda öllum í sókna. I like that. Ég er að Ómar Inga þetta hérna. Einlega þar fintur og... Djöfull er það geggjaði ná ekki. Já, hann er ógeðislega. Er það þinn uppáhaldsmaður á mótinu? Nei, ég veit ekki hvað ég dýrka Viktor Gísla. Já, þú ert ekki einn það. Hann er eitthvað svo geggjaður sko. Líka svo bara, þú veist, þannig eitthvað svo mikið... Þú ætla óeðalegt fyrir 42 ára kallmann að segja þetta, hann er svo mikið krút sko. Já. Þetta væri mjög eðalegt fyrir 42 ára konu sko, því að ég hef ekki hitt þá miðaldra konu sem elskar Viktor Gísla ekki út af lífinu sko. Nei, hann er ótrúlega sko. Hann er líka framari sem er alltaf bara, þú veist, gæti ekki verið fallegra sko. Nei, akkurat, og líka að því að hann er svona gæi, þú veist, þetta er svona íþrótt kannski sem að, eins og svo margar aðra sem kynnist kannski ekkert karakterum mjög mikið, maður hefur séð þroska söguna á Viktor Gísla bara. Já, líka, þú veist, og eins og mótið Dönum, þá hérna, bara leitt að segja, þá bara gata hann ekki mikið, sko, hann bara, þú veist, þetta datt ekki með honum, hann var bara, hérna, þú veist, og maður hafði svona smá áhyggjur einhvern veginn að því að þetta, þú veist, bara allar íþróttir snúast sjálfstraust. Já. Og hérna, og þetta fjall ekki þá, sko, en svo bara einhvern veginn mætir hann á móti Fraklandi, búinn að eiga, hérna, skíta leika móti Danmörku. Svo bara byrja hann að verja og, þú veist, og maður sá bara hvernig drengurinn bara, þú veist, þessi
stóri 2 metra náungi sem var pingu lítill á móti Danmörku. Allt í einu var hann bara risið sem hann og bara, tók bara allt og var bara geggjaður. Já, og hefur síðan bara haldið áfram því að íþróttir eru bara hvort sem það sé skák eða handbolti, þetta er bara sjálfstraust. Já, akkurat. Allan daginn. Og líka, það búið að vera að gera kröfur til þessa drengs síðan hann var 14 ára. Það búið að vera að segja við hann, þessi gæri að taka við. Þetta er bara náungi sem átti að Laglegt, vel gert Bjössi. Ég vann eina skák, takk. W Herðu, Jesús, komið nýtt annað. En það sem að gera síðan í kjölfarið að hann virðist bara vera alltaf viðkonnulegur, en svo einhver sem að tekur sprautina og tekur á skarið og sprautar bara rassinum einhverju testosteron, ég veit ekki hvað það er. Og síðan eins og Stíf Dagskrá kom inn á, mjög flótið þáttur, bara meira sér vítun og sérðu, það var allir sér þetta mínlúk sem hann setur. Hann setur brýnna niður og starir vítaskeytunum niður. Já, lítandi út eins og hann að það var mjög erfitt að vera með mínlúk, en hann nærði því samt. Já, hann nærði því samt, og árangurinn fylgir í kjölfarið. Góðlegasti drengur sem maður hefur séð, en hann nærði því samt. Ekki spurning. En Leifur? Þetta, ég alveg tala, að því að ég hef alveg, ég hef átt svona nokkur svona íslensk íþróttamoment, ég fór á EM þegar Ísland gerði jafntefli við Portúgal, það var geggjað. Fyrir utan það þá fór ég á skákmót í Tyrklandi, horfði á Ísland vinna Tyrkland úti þegar við 0-3 sem eitthvað besti landsleikur sem ég séð og ég var innan 36.000 Tyrki með svona 100 Íslendingum að bara öskra. Ég man eftir þess að ég sá Bjössa í stúkunni. Gleymis ekki, Það var hápunkturinn, en ég er ekki að grínast að hafandi, mætandi einhvern veginn svona bara upp á skildun að styðja íslenska landslið í handboltanum úti, vitandi öll forföllin sem við vorum fyrir og bara þetta væri einhvern veginn hálf vonlaust upplifun að sjá það hvernig þið stóðu sig og að vinna hann leik og vera í stúkunni og öskra sig á sig þetta var betra en þetta var betra en Tyrkland og þetta var betra en á EM að vera það og ég var svo freaking stoltur bara því að það voru allir áhörundur sem var bara svona einhvern veginn áhörundur sem voru ekkert mættir til að horfa á þennan leik þeir bara heilluðu svo mikið af Íslandi hvernig þeir stóðu sig að þetta var bara geggjaðasta íþróttaupplifun sem ég upplifað. En Björn, nú Gísli Þorkell til dæmis einn af mínum betri vinum, bara einn af mínum allra bestu vinum, og hann var að segja, hei, vil ég ekki koma út og síðan fór kærastan hans og vinnur hans og vinni minn út og ég hugsaði bara, akkur ég fara út núna, eigum ekki breyk, það allir át. Hvað var til þess að þú lagðir heiðarnar á borðið og bókaði flug með? Er það bara það svona mikið cash? Já, ég held að sé aðalega það Cash er ákveðin ástæða en svo er það líka það er rosalegur handbolti í fjölskyldunum minni út af konunum minni pabbi hennar er Jóhann Ingi Gunnarsson sem var landsliðsþjálfari og er bara besti sérfræðingur Íslands handbolta hann er að vinna þarna úti við að þjálfa dómarana þannig að við höfum alveg ótrúlegan svona bara aðganga mótinu í gegnum hann og svo var náttúrulega aðalástæðan var að ég var að ljúka 21 daga sóttkví og einangrun með allri fjölskyldunni þegar við erum að vinna Holland og Ungverjaland og erum að tryggja okkur sigur í riðlinum og ég var bara hoppandi bara ef þeir vinna þetta, ef þeir klára riðlin og fara með fullt hús í milliriðla þá eru við að fara að fagna frelsinu með að fara þarna út og ég var að standa við það þegar og ég sé ekki eftir því þetta var geggjað þetta var algjörlega geggjað En Leifur Já Svo þetta verður ekki 18 tíma þáttur Þetta verður það alltaf Já, það er rétt, að minnstakosti Annað kvöld Þá vil ég fá spurningar í gang eins og ég er búin að lofa þá er ég að fara að svara öllum kommentum sem kom inn og kaffinu spyr hvernig challenge maður og það er líka gaman að fá þessu spurningu að því að við hefum ekki fengið að síðan bara Agnes Thomas Möller eða eitthvað skilur Já, bara 1 year ago leggja upp úr live-inu en ég sé það að fólk er byrjað að bakka okkur upp og það er fullt af fólki byrjað að hlusta bara live-bjössi af Trú á kallinum þannig að eins og þetta hvetið hann til dáða því að mér sýnist að vera að sigla í 2 rekord enn í kvöld sem er meir en ég bjóst við hann eftir messa Jú, Gummi Tóta labbaði 100% skor en Gummi Tóta er bara betri skákmaður Bjössi
En það er bara, hvað heitir þessi maður? FSR, hann Hver er þetta, Birkir? Þetta er einhver bliki, þú elskar þá. Nei, ég er alltaf hættur að þjálfa sko, þannig ég veit ekki neitt sko. En Kaffehaus spyr hvernig challenge er maður og þið getið annarkvort verið vinur okkar og endilega senda okkur challenge fyrir næstu þætti, þá er það bara eftir myrkur og adda okkur á chess.com. Annars er hægt að challengea með einhverju krókulegi þótt við séum ekki vinir og ég leyfi ykkur að finna út úr því og Kaffehaus, ef þú finnur út úr því þá skulum við klálega samþykja byrjaði að okkur sem vin og síðan getur við líka challenge okkur og við skulum samþykja það ef við sjáum fuck en að því sögðu þá förum við í fyrstu spurninguna í boði hallarinnar og hver er höllin? Hver er höllin, Bjössi? Í hvaða höll erum við? Við erum í A-höllinni. A-höllinni? Hvað heitir höllin? Já, en okkur er bara A á hérna fyrir utan. Það vantar háa. Já, þetta er bara ólítill veggur. Vantar meira fjármagn. Það voru skipulagsmynd. Við hefum ekki efna á háinu aðeins. Það er að fara að breyta. Við erum að byggja, það er viðbygging á leiðinni. Það er bara, þessi verktakar er svo uppteknir í dag. Já, ok, spurningin er. Þetta er grjótharður gaur. Nei, já, en já, hann er efnilegur. AHA, þeir eru að gera frábæra hluti. Alveg eins og andstæðingur Björns segir í kvöld. Þeir eru með vistvæna ferðamáta til að skila matnum heimtinn. Ég geti fengið dróna, ég geti fengið bara miklu þægilega að flota sent heim heldur en að vera aka á engabílum einni bíl að eyða bensinni eða dísil ekki einu sem Ég segja er bara tára til að heyra Leif tala engabílum Já, sko. þetta er þingri tárum tekur en að því sögðu þá skal ég bara koma að fyrstu spurningunni. Góðu með það. Ég veit ekki hvort ég þóra að spyrja með við framstæðum tapparunni án þess að ég segja ræði hérna Bjössi. Ertu klárað? Ég er til í þetta. Já. Akkur fórst í blaðamennsku? Já, bara því að ég er svo lillur. Ég held að Arna Milútína hafi alveg sýnt fram á það að það var rétt ákvörðun sko. En ég fór í ég fór í það eftir góðan feril ég er sennilega með lélegustu ferilskrá ever því að ég vann áður hjá Kaupþingi sem að einhvern veginn fór úr því að vera bara besta fyrirtæki landsins og var það, þú veist, og er það alltaf þetta var geggjuð upplifun að vinna þar en já, og svo fór ég í gegnum sorgardala sem ég var áttað mig ekki alveg hvað ég ætlaði að gera og svo sótti ég loks á DFF að verða blaðamaður af því að ég hef alltaf bara þráð að vinna við bara að skrifa texta því að ég held að ég sé alveg fínn í því sko. Já, ég held það líka. Ég er sammála því. En þú veist, ef við tökum það eins fyrir, af því að ég held að sé alveg óumdeinilegt að þú ert flinkur með pennan. Hvenær áttaður þið á því að það væri svona, hvað varst ungur áður þegar þú fattaði bara, og var það kjafturinn fyrst eða, þú veist? Nei, sko, sorry, ég ætla að skjóta einn smá forsögu. Ég er nú spurt þér á það oftar en einu sinni bara því að þú ert náttúrulega pappinn minn, Björn Þorfinnsson, Leifur Björnsson. Já, ég er bara óskilgetinn. Já. Nei, en þú veist, og þú er nú ráðlagt mér að minnstu kosti einu sinni að beita pennanum frekar en kjaftinum, sko. Já, sko, en málega að ég hef svo sem ég er með alveg massívan athyglisbrest sko. Ég áttaði mig skál fyrir því, segjum tveir. Já, það er ofurkraftur sko. Já. En það er samt sko, þú veist, það getur verið hamlandi þegar þú vissir ekki að þú væri að með þann ofurkraft sko. Og ég til dæmis þú veist, það hafi rosaleg þú veist, í raun og veru bara neikvæð áhrif á mig að ég veist, bara með sjálfstraust og annað slíkt sko. Þannig að þú veist búið ég hef aldrei einu sinni sko þú veist, ég hef aldrei einu sinni sko fyrir en bara, þú veist, á fullorðinsárum allt í einu að fara að hugsa sko í hverju ég var góður sko, því að þú veist, athyglisbrestur getur þróast út það ef að þú einhvern veginn sko meðhöndlar að ekki slíkt sko, að þú bara ert að rífa sjálfa þig niður og allt slíkt sko. Bensi?
Bensuman er náttúrulega einn af markastjórum Chelsea Dark, hann fær að sjálfsögðu en já, bara að þú ert að tala um þetta sorry, ég var að grífa hana ballar eftir og ég lofaði ég skilaði tilbaka á staðan sem hún varst í umræðinni en bara fyrir okkur sem að, þú veist, kannski fyrir fólk sem yngri en ég, en var á þeim sama stað við vorum þegar við vorum yngri bara þú vissir ekkert hvað ætlar að gera þegar þú varst yngri með athyglisbrest. Nei, þú veist, já, að því að sem sagt, maður kannski sko eins og ég segi, ég er bara komin á gamals aldur þegar að það kemur þannig sé í ljós en það gera einhvern veginn verkum að þú einhvern veginn svona horfir eða þú svona dregur úr þínum styrkleikum einhvern veginn, þú veist, áttar ekki einhvern veginn á þeim, þú bara svona talar á niður og eitthvað svona, þú veist, ég hef alltaf verið bara mjög flinkur penni og en þegar ég var yngri þá einhvern veginn svona já, bara fannst mér það ekki neitt sko, þannig að það var ekki svona fyrir en bara svona með hvatningu annara að því, þú veist, ég var að skrifa svona ferðasögum mínar að skákmótum manna sem að fólk byrjaði svona peppa mig upp í það að vera, þú veist, að það væri skemmtilegt að lesa það sem ég var að skrifa, þú veist, og þá allt inni bara, þú veist, akkur er ég að hugsa að vinna við fjármál þegar mögulega ég er góður penni sko, þannig að og það þróast út í þetta sko. Ok, komstu upp til það að þú sagðir akkur er að vinna í fjármál þannig að þú menntaðist sem í viðskiptafræði og fórst að vinna í sem sagt kaupþingi í hvað, 3 ár já, að gera hvað? Ég var að vinna á fyrirtækjasviði í svona reyndar í raun og veru í hundleiðilegu starfi sko, og enga veginn svona skapandi eða neitt sko. Basically sem ég er að vinna í dag sko. en hundleiðilegu starfi sem enga veginn skapandi áfram gakk. Nei, bara fólki sem ég kynntist þarna og svo fyndi sko að allt í hennu varði eitthvað þú veist, í einhverja nokkra mánuði þarna á sínum tíma, þú veist, þá var það allt í hennu eitthvað svona skammarheiti sko hafa unni á einhverjum fjármálastofnunum en þetta er bara besta og skemmtilegasta fólk sem ég kynst á ævinni. Hvenær byrjaði þú og hvenær hættir þú? Bara fyrir tímuna? Ég nefnilega, þú veist, eins og skákmaður, ég hætti rétt fyrir þegar allt fór til funda sko. Svona hálfu ári eftir, áður en að hrunið átti sér stað. Vissirðu þetta? Varstu búin að shorta allt? Þá var ég búin að fóra mér. Nei, ég fór niður með skipinu sko. Er það? Nei, ég var svo ungur, ég átti engan peningur en það sko. Ég hafði svo mikla trú á þessu fólki að ef ég hefði átt pening þá hefði ég bara veðið öll á það sko. Já. Þannig að ok, þú áttar þess að á því að þú sért ákveðs penni með samt bara stuðningi frá þínum Instakoppi, eða þar að segja þú fær hvatningun í þetta. Já, þú veist, sem er sko, þú veist, ég veit ekki hvort að maður segja þessi sorglegt eða ekki, en þú veist, bara ég þurfti að heyra það mjög oft og bara ítreka frá fólki að því þetta er skemmtilegt að lesa eitthvað sem ég skrifaði sko, til þess að ég sjálfur færi að býtu, er ég mann undir? Hvenær fórnaði ég manninn? Nú verðum við að fara í eitthvað rugl sko. Já, ég er búin að vera trufla. Sko, ég sagði við Birk þegar hún byrjaði. Ég var ítrekað þetta við gesti, þú veist, að þegar við byrjum þá vorum við bara að fá einhverja stórmeistara eða menn sem voru í 2000 stig. Við erum líka að fá alvöru challenge hérna sko. Birkir, þetta er Benni maður. Já, þetta er Benni. Ok, nú er ég algjörlega farin til fjandans. Já, ég veit það. Ég sagði við Birki, þá reyndar ekki við í dag lengur, en ef að viðmælandi okkar að tapa, þá erum við að vinna okkar hlutverk sem fréttamenn. Algjörlega sko. Nei, en já, þannig að það er alveg Leifur, við höllum okkur aftur eftir þennan þátt. Eftir þennan þátt, eftir þessa skák. Nei, þannig að, já, þannig að maður þurfti smá hvatningu til að heyra að maður væri kannski mögulega góður í einhverju sem maður hafði kannski ekki trú á sjálfur sko. Já, Bjarki Kvannberg sem vinnur á Arion segir, djúvel væri gaman að hafa Bjössa ennþá hjá okkur að Birkir. Hjartalega sammála sko. Og svo vil ég líka vekja athygli á því sem að Mischief segir hérna, hann segir og leiði mig nú að kóta orðið rétt, gæðisarleppinu opnast og að segja, shit hvað þessi Leifur gæi er ógeðslega sexy, gæðisarleppi lokast. Djúvel er ég mér, byrju
þið eru rosalegir sko, ég átta mig ekki einu svona á því hvenar ég fórnaði manninu sko. Nei. Það var ekki góð ákvörðun. Þetta eru töfrar í okkur Leifur. Já, líka Ég bara Eru það að vinna með Benna? Já, Benni að vinna fyrir fyrirtækið þannig að sjálfsögðu erum við afmæðið því hérna og... Já. Þetta er rosalegt. En ég meina, ef þið hafið hort á trailera frá Chess at Dark þá er það allt Ég verð að gefa þetta. Bendit Brím sem að er einn stór töframæður og Hann er rosalegur. hann á allt gott skilið. Nei, byrju, nefnum þetta segja ykkur. Hann vill, ég ætla að taka hann núna. Ok, Bjössi er Rematch, yes, það er komið blóð og tennur. Já, Bjössi er ekki sáttur sko. Benedikt. Benny Penny segir, síðan hvernig var ég með 2600 og síðan þú pakkaði Bjössa saman í þessu skák held ég bara. Hann á skilað allt sko. Hann er geggjaður. Já, hann er geggjaður. En aftur, bara að það er svo gaman að vera komin aftur í live, vera með þeim sem er að horfa. Ég er að segja ykkur á öllum, ég er að vakta þetta, bara endilega drita kommentin, þetta sést ekki á YouTube-inu, þetta sést hvergi, þannig að bara, þú veist, okkar á milli til þeirra sem er að horfa akkurat núna, af því að Þarf fólk ekki að skamma sig fyrir þetta? Nei, það er ekstra mikil ást til þeirra sem er að horfa núna, bara endilega drita á kommentin, þú veist, þetta er ekki, með fullringu verið þér, Björn Þorfinnsson, þú veist ekki Hjörvar Hafleð upp á það að gera, það er ekki 5.000 manna leikmenn á Dr. Fútbol að fara að hlusta á þetta. Miklu stærri. Höfum bara gaman hérna. Endilega látið Bjössa heyra, látið okkur heyra, pakja hún saman í skák. Veitu, ég er sko með 1 af 3 sko. Já, hann er undir 50% sko. Ég er að skýta upp á Leifur, bakið. það er langt sem við fengum svona lélegt skor sko. Být þú bara, Bikki Karl. Být þú bara. Þetta er rosalega sko. Nei, en það heldum við vel í Bjössan fyrir þátt sko. Því að þið Birgir, þú veist hvernig ég hata að spyrja spurninga, þannig að ég er alltaf að tefja eins og ég get. Já, ég er með svo margar spurningar, Ég veit please, það. þú verður að byrja. Já, ég ætla, bara áður en ég byrja spurningun, Bjössi, lýstu fyrir mig stöðinni, hvað er að gerast? Ég er komin í skítin aftur. Já, ég er nákvæm með svör. Nei, þú veist... Hvað er þetta að tefla, hvað er hann að tefla og akkurat í skítin? Sko, ég hef ekki... Ég þól ekki svona að spá í byrjunum. Ok, hann er með miðbára á Lás, biskupinn er svo trúður hann á B7. Ég var svona að reyna að vera eitthvað sniður. Ok, hvernig? Og reyna einhvern veginn að láta hann halda að ég vissi hvað ég var að gera. Ok. En núna er hann bara búinn að tefla, mjög svona... Óaðfinnanlega bara. Hann er búinn að setja alla sína menn á mjög eðlilega stöð, mínir er allir í rugluna, þannig að ég er bara í ruglunu. Rittari E8 hefur reynst vel. Já, þú veist, basically, þú ert í fokkinu þegar þú leikur Rittari E8 sko. Nei, það er þetta ekki alveg rétt, af því að þú veist, Rittari E8 er svona leikur sem að þú ert að vera heldur góður í skák til þess að þóra leikunum, af því ég myndi aldrei þóra leika Rittari E8. Nei. Nei, það er 2000 pluss stiga leikur. Já, en Rittari E8 smá svona játa sér sigraðan sko. Nei. Þessi leikur núna var alveg hræðilega lélegur hjá mér sko. Ok. Þetta er að fara allt í fjandans. Arnar Mildun spyr, svo klassiska, er Bjössi meira fyrir að syngja eða tralla? Ég held ég hraðspending líka sko. Já, kemur aftur. Ég er klárlega söngvari sko. Ég fættist til að syngja. Er það? Já. Kannski tekur lagið fyrir okkur lokinu eins og komið tótagerið hérna síðan. Glemdur þú gítarnum, Leifur? Nei, ég sækja bara í mig þætti að ég skal spila undir og Bjössi syngur. Já, ég er rosalega að syngja sko. Ég er bara alveg fáranlega góður í að syngja, þannig að ég ætla bara, að því að ég bara lærið það maður á að ég er búin að vera að tala mig niður í 40 ára, nú ætla ég bara að tala mig upp sko. Ég er í þannig gýr að þú veist bara, að því ég er svo þakklátur fyrir þá sem er að horfa og bara fara með þetta aftur til grassrútna, það er að segja að þú veist, við erum bara að tefla núna, spjalla, hafa gaman. Ég skal sækja gítarinn og ég skal spila ef þið ætlaði að syngja. Já. En Leifur, þú veist að þáttu byrtist á YouTube sko. Þú ert aldrei að samþykkja þetta Björn sko. Nei, ég segi bara nei takk. Já, það er aukt. Eru við í vandræðum Björn segja? Við erum í vandræðum, en ég er með sprikl. Förum hérna, nú byrjum við að vera með vesinn sko. Þá Leifur, kerið gang. Já, fyrst spurning, önnur spurning. Sorry, Bjössi, hvað ætlaði að segja? Nei, ég ætla ekki að segja neitt. Þetta var gott hjá honum sko. Hörður Snævar, blaðamaður. Já. Ammælisbað dagsins, hann á ammæli. Til hamingju. 27. janúar, já, til hamingju með daginn.
Og hvað, Lorthaus, ætlar að segja? Ég ætla að segja Lortur, nei, hann er alveg frábær. Já. Hann er samt Lortur, sko. Já, við líka óska ömmu minni sem ámeldi á að horfa á alla þætti, Þórdís Jónsdóttir. Já, Jón Sóra líka. Já. Þetta minna það? Já, amma mín ámeldi á, hún horfa á alla þætti. Þórdís Jónsdóttir ammaðin? Já. Sem lækar alltaf það? Já, hún er frábær. Já, það er amma mín, hún er frábær, hún er best og kær kveðja til hennar. Ég vona að horfa hann þátt af því að... Já, love you Þórdís. Já, en Hörður Snævar spyr og er góðvinur þáttarins. Hann vill aðeins ræða Makedóníu fyrir vetur. Ef við förum aðeins aftur, já, ef við förum bara hreinlega yfir þetta. Já. Mekanisman á bakvið þá ferð. Já, þá fór allt í fjandans. Já, þú veist, sko, eins og fyrir mig, ég veit að Birkir þekkir þetta aðeins, en bara, þú veist, Makedóníu ferðin, það er ekki nóg. Ég þarf að vita hvað þetta gerir í Makedóníu og byrja bara þar. Ok, þetta var núna í hvað, september, þetta var í október og þá sem sagt er ákveðið með mjög skömmu fyrirvara og var hérna, þú veist, bara út af COVID að hérna allt í einu opnast gluggi að vera ekkit svo slæmt ástand þannig að hérna að það eru nokkur íslensk lið sem að fara á hérna Evrópumóti skák sem er haldið í Norður Makedóníu í Ohrid og hérna og mitt lið sem heitir Víkingaklúbburinn að þeir ákveða með mjög skömmu fyrirvara að hérna að bara drífa sig út og gera gott úr þessu sem að hérna var náttúrulega bara geggjað og ég er sko þegar einhver stingur upp og einhver á síðustu stundu þá getur alveg trúið að ég er alltaf fyrsti maður til að vera game í því sko ég er bara, þú veist ég elska svona góðar hugmyndir á síðustu stundu og hérna og þannig að ég er bara geng frá því að hérna að við hérna að ég fer með þeim út og en sem sagt út af vinnunni að þá fara þeir út sem sagt á hérna nokkrum dögum áður en að ég ætla að gefa þetta er líka saga sem að verðskulda að ég hallaði bara svona og slaka á bara já. Líka eftir að Benson var sveig við erum líka bara að hella vel í Bjössa já, hann er bara geggjar já, og hérna þannig að sem sagt liðsfélagi mín eru mættir út og fara út á 50 degi en ég fer út sem sagt á föstudagskvöldi til þess að vera mættur á hérna ég flýg út á föstudagskvöldi gisti hérna í Svíþjóð í eina nótt og hérna og er að fara að mæta sem sagt flug yfir til Ohrid frá hérna Malmö á morgni dagsins sem ég er að fara að tefla á Evrópumóti skák og hérna og þú veist þetta var alveg svona pínu brjálað hérna plan en ég var geðveikt spenntur sko því að þú veist það var búið að mikið að gera í vinnunni ég á þrjú börn og tilhugsunin að fara sko á íslensku vetri út til Ohrid sem var 25 gráður hiti tefla við bestu skákmenn í heimi og bara geta þú veist aðeins svona kúplas út þetta bara hljóma eins og paradís þannig að ég gisti þarna þessa nótt í Svíþjóð flýg út á morgni og hérna til Ohrid lendi þar á svona sveitaflugvelli og það er bara svona 4 tímar í að ég er að fara að tefla við einn af bestu skákmönnum í heimi á fyrsta borði fyrir klúbbinn minn í hérna Evrópumóti skák og þá allt í einu labba ég hann inn fyrir border control hendi vegabréfinu og er bara ótrúlega ánægður að vera komin að leiðarenda og þá allt í einu bara koma löggur og vesinn og hérna og draga mig bara til hliðar sko, það verður bara major sko, hérna, bara ástandana og ég skil ekki neitt í neinu og bara er eitthvað bara, þú veist, hvað er að gera þessina og þá kemur allt í ljós að hérna, að passið minn er stólinn að vegabréfið mitt, að kemur bara svona melding frá Interpol að hérna, að þú veist þetta vegabréf sem ég er með er stólið og þá allt í einu, verandi með athyglisbrest, þá allt í einu fatta ég það að sem sagt hérna að ég hefði lent í því að ég týndi vegabréfinu mínu, fann það ekki fyrir eina ferð ég fekk nýtt vegabréf svo hafði gamla vegabréfið sem var tilkynnt stólið eða týnt að það hafði fundist heima og var sem sagt með
actual vegabréfinu mínu í sömu skúfu og ég tók vitlaust vegabréf sko. Og og ég fór í full on panic og byrjaði bara eitthvað svona að rökra við og ég sendi strax á skeit á konunum mínu sem var að senda mér mynd af sko að ég væri með rétta vegabréfið og þetta er svona 30 mínútur og þeir verða ógeðslega stressaðir, þetta er svona sveitaflugvöllur á Njórið og og það verður bara allt vitlaust og og ég var alltaf að reyna að rökra við landamæralögregluna og gaurinn kom alltaf svona að þagga í mér og ég er ekki einu sinni með skap ég verði ekki einu sinni reiður en þetta er svona eina skipti þegar þú ert svona fullorðinn og það er einhver gaur búinn og er að sussa það svona 20 sinnum að þá enda náttúrulega með því að þú brjálast ég get líka ímyndað mér samt að þetta séu verstu mögulega aðstæður í heiminum til þess að brjálast og ég enda með bara you listen to me og ég klikkast og þá komu einhverja 2 górilur sem er bara að taka mig og bara bomba mig niður í sætið og þeir hóta sér að handjárna mig sem var mjög einhvern veginn til þess að ég róaðist og og ég náði ekki einu sinni sko að segja einhverja sólarsöguna með þetta að þeir sem sagt bara taka mig það er einhver gaur sem prentar út eitthvað blað og segir bara you out of country og þeir labba með mig bara aftur út í vélina sem var nýbúin að lenda sem var á leiðin aftur til Malmö og ég veit það núna að ástæðan var svo að það var ekkert annað flug að fara að fljúga þennan völl í dag þennan dag sko. Þannig að þeir urðu að vera fljótir að henda mér út í landið því annars verð ég bara fastur á einhverja daga þannig að þeir bara henda mér út í vél og ég inn í bara aftast í flugvélina og þetta var eiginlega tóm vél og allt í rugli sko og svo bara 30 mínútum eftir í landið þá er bara flugvélina aftur farin í loft og ég mitt bara sko fríi búið og ég átti að fara að stefla við hennan gaur eftir nokkra klukkutíma sem að ég hef búin að hlakka geðið mikið til og bara, ég vissi allt var búið sko. En þá var brotpunkturinn eftir það því að ég hugsaði bara Jesus Christ, ok, það er laugardagur, ég er á leið til Köben, ég er að fara að gera bara eða Malmö eða Köben og ég er að fara að gera gott úr þessu þannig að núna ætla ég, ég á það skilið, ég ætla bara að panta mér bara, einhverja drykki og gera gott úr þessu þannig að svo bara flugvélinu kom í loft og ég bara kemur flugfreyjan framhjá og ég sagði bara I'm gonna have 2 gin and tonics, ég ætlaði ekki einu sem kaupa einn, ég ætlaði að kaupa 2 einu 2 gin and tonics og þá horfði konan á mig og sagði bara svona we are not allowed to serve you alcohol af því að ég var flóttamaður og þá féllist mér allar heldur og þannig að það tók sko góður 4 tíma flugferð þar sem að eina sem ég mátti kaupa var vatn þannig að En þú varst handtekinn? Já, þennilega sko það var og líka besta við það þú raunaðir yfir gæjan sem var handtók þú sleppur ekkert skapinu en þú veist að versta tímapunkti möguleg sem ég get ímyndað mér ég sagt ekki einu sinni með skap en ég get alveg viðurkennt það ég snappaði þarna þetta hann var svo dónalegur sko, en svo eftir að hyggja eina sem hann var að hugsa var bara hann þurfti að skrifa eitthvað svona pappír til að vísa mér formúlu úr landi og ég var að reyna að tala við hann og hann vissi það að það var eina flugvélin sem var að fara úr landi hann að gaura bara og það vildi ekki hlusta á neitt kjaftaði sko, hann var ekkert að fara eitthvað að sýna mér eitthvað miskunn sko. En mér langar líka að spyrja því að þú veist, ég sé það að Eiríkur Ari toppmaður er kall eftir skák á chatinu þannig að endilega challenge núna, bara þá hvernig næsta challenge kemur þá ætlum við að spjalla á ef challenge kemur og samþykkjum það ánægður með að vera frísaður Anna Bjössi, þú veist, af því að við töluðum aðeins blaðamennskuna en bara þú tókst náttúrulega við ritstjóra DFF sem er ekkit auðveldasta starf í heiminum geti ímyndað mér ef þú lappar aðeins í gegnum okkur með það hvernig svo reynsla hefur verið og við hvernig erum við að tefla þarna ef við ídra myndir það við erum að tefla við Bolt 17 ok, bara tefla 2 stiga skákmaður ef ég les rétt í það toppmaður, ok, já 600, já, 600, já, ok, já bara, þú veist
Hvernig hefur svo reynsla verið? Þetta er náttúrulega bara versta sem ég gert mér á æfinni, sko. Ok, hvað áttu við með því? Ég er ekki einu svona að grínast. Nei, Ég get ímyndað mér það alveg, sko, en Nei, bara... þetta er alveg hérna, ég byrjaði sem blaðamaður á DFF. Ég vann þar í næstu, sko, 5 ár Já. og mér þykir rosalega vænt DFF sem miðil, sko. Það er hérna, þetta er ógeðslega skemmtilegur, hérna, þetta er ótrúlega svona ágengur og skemmtilegu miðl og hérna alveg sama hvað fólki finnst þannig séð, sko. Stundum göngum við á langt og Finnst þið það? Já, það gerist bara verulega reglulega við göngum aðeins svo langt en hins vegar, sko, er það mjög hlutfallslega mjög sjaldan miðað við, sko, ótrúlega magna efni sem að birtist á DFF en hins vegar, sko, skammast maður síðan alltaf þegar gerist eitthvað sem er yfir strikið. Algjörlega. En hins vegar er, sko, þú veist, það er rosalegt svona, það er rosalegt álag þú veist, að vera í forsvari fyrir DFF að svara fyrir allt, þú veist, fólk verður ósátt og reitt yfir hinum ýmsu, sko, greinum, jafnvel einhverja greinar sem að, sko, voru skrifaðar bara langt fyrir mína tíð, sko, sem haft samband út af núna, sko. Já. Þannig að það getur alveg verið svona, þetta getur verið alveg ótrúlega svona lýjandi svona, þú veist, það sem er bak við tjöldin við miðilinn, sko, bara viðbrögð við fréttum og viðbrögð við því sem við erum að gera, sko. Þannig en svo er líka margt í þessu sem er bara, þú veist, bara ótrúlega skemmtilegt, sko, að lifa og hrærast í, sko, varandi bara það sem við erum að fjalla sko. En hvernig... Gríp með það aðeins, já. Að því mér langar bæði að taka aðeins, mér langar að fara aðeins svona í sauman á því fyrsta lagi hvað er gefandi og skemmtilegt og síðan hins vegar líka, þú veist, aðeins að kafa hon í hvað er líka alvöru lýjandi, af því að, þú veist, menn geta alveg gert sig í hugalund að það að vera reynt svo DFF, þú verður fyrir alvöru aðkasti. Já. En ef við byrjum bara á því, hvað er svona, hvað er svona gefandi? Þú veist, bara í fyrsta lagi er það sko fólkið sem ég er að vinna með, sko, þú veist, þetta eru eins og þið þekkið til dæmis Geitin að Mána. King Geitin, Máni Snær sem er ungur strákur sem ég kynnist þarna og í raun og veru 2 félagar hans sem að heita Bjarki Sigurðsson og Jón Þór Stefánsson. Frábærir aðeins báðir þeir. Þetta eru alveg ótrúlega mikli snillingar sem að bara maður verður stærri af að þekkja og svo er svo fyndið, sko, að þú veist að fólk sem heldur að ritstjórn DFF sé mjög stór, við erum í raun og veru algjör örmiðill og það er verðlauna blaðamenn eins og Erla Hlynsdóttir og Erla Dóra Magnúsdóttir sem er nafn hennar og snillingur og Heimir Hannesson sem er ótrúlega góði vinur minn og mistari og það er þetta fólk sem að og ég verð nú að minnast á það því ég er nú bara í Vesturbænum hann Ágúst Borgþór Káringur sem er mikill snillingur, sko. Þannig að það er þetta fólk sem að gerir þetta skemmtilegt að vinna með það þegar, þú veist, og ég veit ekki og í raun og veru er það mjög mikilvægt að fólk finnir svolítið, sko, að við erum, sko, DFF er ekki til dæmis bara rannsóknar blaðamiðil, sko, við höfum bara ekki við höfum ekki bara svona magnið af starfsmönnum í það. Nei. Þannig að við erum meira, sko, miðil sem er bara að reyna svona að kjarna það sem er í gangi í samfélaginu bara og fjallum það bara, þú veist, með alls konar máta, en við leggjum rosalega mikið upp úr því að, þú veist, líka bara, sko, húmor, og þú veist, aðeins að, sko, stundum að fjallum eitthvað sem er, sko, í gangi með svona smá brotti og smá húmor og það er það sem að, sko, bara, gerir starfið skemmtilegt að sjá stundum svona björtu hliðarnar á einhverju sem að er í gangi og við megum eiginlega allt á DFF,
við höfum til dæmis, þú veist, Árum tökum næstu, sorry, ekki taka við Bensamann, Eiríkur er að fara að challengea, hann ætlar að taka einni myndi við þig. já, En aðru leiti ætla ég ekki að grípa fram fyrir þér. En þetta er bara fram með það að þú manst það. já, þú veist, að hérna, til dæmis eins og, þú veist, við erum að stundum að gera, hérna, við erum að reyna bara að vera öðru í sig, því að, þú veist, það er alveg ótrúlega mikið af fjölmiðlum á Íslandi með hvað erum fáð, þú veist, við erum með, hérna, við erum með RÚV, Moggan, við erum með Vísi, við erum með Fréttablaðið, Kjarnan og hérna og svo þú veist, Stundina sem er svona svolítið svona uník miðl finnst mér sko hvað hérna hvað varðar svona áherslur og annað og hérna þannig að þú veist, það er alveg svolítið svona ofgnótt stundum að miðlum en við erum að reyna að vera einhvern veginn allt öðru í sig og stundum svona alveg á mörkunum og hérna við erum vera hérna eins og með svona samsetta myndir sem eru stundum svona allt í það að vera sko bara brandari sko Já, en þú veist við megum alltaf DFF og mín áhersla er svo að hérna að svona íta svolítið undir það því að þú veist hinir miðlarnir eru svona stífari og formfastari sko. Ég verð að segja það, þú veist, ég veit að Björn Þórsson verið með þeir sem er ritstjóri DFF en þú veist, mér finnst samt smá sko ungi blaðamenn þetta, bara mín kynslóð, vera að koma með svolítið ferskan andvara inn í þessa blaðamennsku. Ég finnst hnyttni hafa fengið meira vægi upp á pallborðið, bara upp á síðkastið í fréttaflutningi, bara svo tökum dæmi að Vísi í dag með Snorra Más í Ágústu Yfirmálinu. Þú veist, það er komin aðeins meiri svona, komið smá undirtónn í fréttaflutningi. Veistu hvað ég á við? Já, með bara, þú veist að Já, þú veist, þú ert að spyrja og síðan snýrðu fréttina eins og vilt og þú getur verið fullkomlega hlutlaus en þú veist, mínu upplifun var svo að þetta var ekki alveg fullkomlega hlutlaus og það var smá kaldhæðnislegur undirtónn í fréttaflutning. Já, klálega sko en það er líka veltur svolítið á hérna ég held að sé ekki sko ritstjórnarstefna heldur að veltur á blaðamönnum og eins og Snorri er náttúrulega bara meiri áttar húmoristi sko. Já. Og hérna, þú veist, og allt sem hann gerði til dæmis á Mogganum og núna á Vísi, þú veist, það er alltaf með hérna svona broddi og smá svona hérna húmor og slíkt sko og hérna Er það ekki nýtt eða fyrir svona til dæmis Vísi sko? Jú, klálega, en þú veist að þegar ég byrja í blaðamennsku sko, þá var ég stundum með eitthvað svona orðabrandara eitthvað í fréttum og það var innrætt í mig sko að það mætti ekki sko í fréttum þú veist, það var ekki við hæfi þetta ætti að vera svona kalt sko en bara málið að ég er bara algjörlega ósammála því sko og hérna og ég myndi ekki vilja að minnum í miðill væri þannig þannig að þú veist, ég vil bara vera þú veist mér er bara stundum að fjölmiðla meðalega vera eins skallaðir og fólki sem er að skrifa það sko og hérna Halli, já, við tökum því og komið svolítið persónulegt í ljós er ég að fara að tefla Pál Andrason Já, hvort þú ert að fara að gera en byrju, hann er að fara smera þig. hann er að fara að smíra mig Það er að smera þig Já, algjörlega, en þú veist Já, þannig að það bara en þú veist, mér finnst samt líka þú veist, kannski var Snorri brautryðjandinn að þessu en þú veist, mér finnst líka bara eins og svo vera þú veist ég ætla ekki að vera upp að vísa alltaf mikið en mér finnst bara svo gaman að fá hann að feska andvara inn í blaðamennsku líka sjá, ég man ekki hvað hann heiti með mér í Vestló en þú veist, hún fjallaði hana hún var að fjalla og séðan var að vera að gusa yfir hana sjórinn hana þegar hann var þar og síðan hana bara, þú veist, sjórin með poppið og mér finnst kannski Snorri smá að vera brautin en þetta er að þessu og hún með popp og segja bara taka viðtal við forstjóra sambjóna eða hvað það var sko, finnst þér að mætti vera meira að eins og þú segir, þú veist, þú ert á því máli að það megi vera meira háð og já, ég myndi ekki segja háð er kannski ekki orðið já, en ég myndi kannski ekki segja að Snorri væri brautinreiðandi að því sko, að því að þetta hefur svo sem alltaf verið og svo eru sko bara margir blaðamenn sem að það var og fjölmiðlamenn eins og bara tökum sér dæmi, bara Magnús Hlynur Hreiðarsson sem er alltaf með svona skemmtilega uník svolítið sko fyrir hann innslög sem er oft bara alveg drep fyndin sko þannig að það þekkist alveg en þú veist það er kannski meira þú
þú þarft samtalið að geta sko dottið í þann gýr að vera ágengur og harður, þú þarft að meta hvernig þetta er við hæfi sko, en sem mjög fín lína. Já, að því að til dæmis ef þú ert með bara umfjöllun sem bara þjóðfélagslega mikilvæg og annað slíkt, þá þarf það bara að setja í þann gíra að þú ert ekkert að vera grínast með það. En hins vegar sko, ef þú ert einhvern veginn að varpa ljósa á eitthvað sem er í gangi, sem að getur líka verið bara svolítið kómísk hvernig við erum sem bara samfélag og þjóð og allt það, þá þarftu líka að geta sett í það í spora að þú sjáir svolítið svona spauðulegu hliðnar á því og gera það svolítið skemmtilega sko. Þannig að mér finnst bara mjög mikilvægt að blaðamenn og fjölmiðlafólk geti sko gert umfjallanir hvernig við erum sem þjóð og samfélag, bara endurspegla svona bara húmor og fyndni og annað slíkt sko. Og Snorri er frábærið því, og Magnús Hlynur sem ég var að segja áðan er líka ógeðslega góður í því. Og ég raun og veru bara fullt af fólki sem er í þessum bransa, þegar þetta er yfir höfuð ótrúlega klárt fólk og bara ótrúlegur húmoristar sko. Og líka eins og nefndir minn mann Týparan og King Geitina, þessi menn eru líka, þeir eru kannski ekki að taka viðtölun live, en fréttir sem er skrifa, mér finnst bara, kannski er ég bara svona ungur og vitlaus, en ég elska bara að hafa smá bara frá fólki sem er vel gefið og kann að fara ekki yfir strikið, að hafa hann undirtón sem að er ekki sko að gera lítið úr neinum, en bara hafa smá komik í þessu. Já, það er nefnilega alveg lykilatriði, að vera sko koma fram við alla að virðingu, en sjá samt sko svona húmor og annað slíkt í bara eins og bara þjóðfélagsumræðinni og það er bara ótrúlega mikilvægt, og ef þú getur miðlað því, maður finnur það alveg þegar það er svona góðlátlegur undirtónn í fréttum sem er svona, fólk sér alveg að er svona smá bara húmor í gangi og þetta sé svona á léttu nótunum, að það er alltaf eitthvað sem fólk bara kann að meta sko. Það er bara klárt mál. Nú er ég alltaf búin að yfirstiga mín mörk alveg 100% þegar við ætlum að fjalla spurningar, en ég er búin að vera að taka yfir þátt með fréttaflutningi. Ég vona fólki hafi þótt að jafn áhört en mér, þegar mér varst áhört, en já, áður en við byrjum á spurningum, ætla ég bara að koma inn á það er komið inn ósk á tjattinu það næstu skák, það teflur Bongcloud. Bongcloud? Já. Hvaða meistari er það? Það er skeitarinn. Það segir mér akkurat, ég var að vona en ætla að gefa smá sjátt á fréttakonuna sem fekk vaskúsin yfir sig, það var það Elisabeth Inga. Takk Viktor Rauð. Björn er að taka já, þannig að næst spurning þetta er svona minn besti sigur í kvöld, Palli minn. Já, Palli segur sko. Það er líka útrúlega að 15. stiga maður sem að taka Palla Andra sko, honum finnst það ekki. En Jón Þorvalds, vinur okkar, spyr hvernig Björns að lísta það að reyna nýjum stofum undir fjárhag skákmanna með því að gera elostiga rafmynd? Já. Ég er mikill rafmyndamaður, þannig að mér líst mjög vel á þetta sko. Er það? Já, ég er eitthvað sko. Ég er búin að, ég skrifa pistil það hvað ég græddi mikið á rafmynd og svo hvað ég klúraði miklu þannig að mér tókst að breyta 1,5 milljón í 40 skalla á einu degi eða sko, sem var rosalegu skellur sko. En ég komst aftur upp í 1,2 minni með þegar ég skrifaði pistilinn og núna er ég dottið niður í 800.000. Það er samt úr sko mjög litlu. Þannig að ég er miklu trú á rafmyndum og kannski getum við fara í að búa til svona, hvað heitir þetta, NFT fyrir flottustu skákirnar sem það teflir eða eitthvað. Já. Nei, kannski ekki. Ég verði eiginlega að tróða mér aftur með myndinni hérna. Væri ekki markastæki verið því að taka, ég er náttúrulega bladra út afturrendan á mér. Þú gerir það einmitt aldrei. Það er bara fyrst skipta að það er ótrúlegt að ég sé að gera þetta núna, en nei. Taka bara einhverja fræga stuður, bara ég veit ekki, bara
Bjössi, hver er svo staða úr skáksögunni sem þú myndir taka og breyta í NFT-mynd, bara ef það verður ein staða? Ætli sé ekki bara Fischer hérna 1972 þegar hann drap peði sem mátti ekki drepa. Er það ekki hlutrækt samt eða? Nei. Verandi Íslendingur. Er það í alvörunni, þetta er stór fullyrðing eða þú ert að segja að þetta sé stærsta staða í skáksögunni, sko? Hún er alveg reysa stór, mér finnst það alveg geggja moment, sko. Þetta var svo mikið dramatík og mikið að spá í hvað hann gerði þessi mistök og annars líkt, sko. En þú veist, fyrir þá sem að það er ekki allir sem þekkja skákina, þá erum við að tala um Einvíð 72, þá sem við erum að tala um Spassky og Fischer. Sem bara, þú veist, það mun aldrei neitt verða jafn stærra en það. Nei. Þú veist, það er bara, það vann, það er bara fyrsta sæti og ég get bara fullyrt að það mun aldrei vera neitt skákviðburður nokkuð tíman í sögunni sem að mun jafnast á við það, sko. Þetta var bara, sko, Bjössi, bara segjum að þú sést að tala við bara fólk sem að teflir ekki. Ef þú getur bara lýst, skilur við atburðarásinni, við erum að tala um kaldastriði, við erum að tala um, þú veist, akkur var þetta svona stór viðburður, hvar var þetta haldið og hver fór svona baka mennina? Já, þetta er bara, þetta er kaldastriðið milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna og þarna eru tveir bara gaurar sem að mætast í því miðju, þetta er snýst sko stolt þjóðanna, þú veist, hvaða þjóð er bara snjallari og betri og með allt sitt á hreinu og þannig að það gerir þetta svo dramatískt og svo er þetta bara já, þú veist, þetta er bara heimssöguleg viðburður bara líka út af því hvað þeir sem eru að keppa eru spennandi og sérstaklega Fischer, sko. Þannig að þetta er bara þetta var alveg ótrúlegt dæmi en ég bara mitt mesta regret, sko, í raun og veru bara allan það sem tengir skák er að, sko, að Fischer náttúrulega endar síðan ævi sín á því að vera á Íslandi eftir að maður frelsaður og svo endar þetta á því að hann er bara þú veist, niður í bæ alltaf og ég sé hann reglulega labba einhvern veginn framhjá mér og mögulega besta skákmann allra tíma erum við að tala. Já, bara, þú veist, algjört legend ef við ekkert haft á þessum manni á skák, sko. Og þú veist, og ég sé hann bara labba framhjá mannin í bæ og þú veist, og maður bara, mann langar til að heilsa honum, mann langar til að tala við hann og allt það, sko. En maður var alltaf búinn að heyra, þú veist, hann tæki því ekkert rosalega vel, sko. Þú veist, eins og, þú veist, Júmvíkt og vinur minn, sko. Hann hitt hann á einhverjum bar og bara, þú veist, og var aðeins búinn að fá sér 2-3 á og ætlaði að heilsa upp á hann og segja bara, segja honum hvað hann bara, já, skipti sér máli. Og Fischer tók það ekki neitt sérstaklega vel og sagði við hann bara, ok, þú veist, ég veit ekki eins og hvað nöfnin þetta voru en ég ætla bara að bulla. Hann sagði bara Portis Lubojevic 1958, white to move 39th move, what did he do? Þú er ekki rétt að tala basically. Já, og Jómut bara, þú veist, hvað ert að tala sko? Og fyrir það sem maður vita ekki þá, Jómut bara einn af okkur allra mestu efnum bara í skáksögunni, skilur við, þú veist, þetta er gæði sem að kann sína skák. Þannig að, sem sagt, að hann eitthvað hyggstæði og þá bara var viðmótið að fyrst bara, þú veist, ef þú vissir ekki hvað þetta var hann er ekki talað við nei, then you're not a chess player, sko. Já. Og þannig að, þú veist, ég var búin að heyra eitthvað svona hryllingssögur, sko, og þannig að, þú veist, ég var alltaf svona að býða þetta rétt að tækifærin að spjalla við Fischer og svo sem sagt, var ég mikill og þú veist, mikill aðdáandi Kruatai sem er Tryggvagötu og Fischer elskaði Kruatai, sko, hann var bara meira og minna þar, sko, og hún var þetta geggjaða matur og er það að fara beint í að leita sponsið þar eða? Já, ég gerði þetta þátt, já. Taldum mat, Dominos, Messin og Barjón. Allt að reynu og nema hvað, ég lendi meira sér tvisar í það, hann er fyrir framan mig í röðinni og ég er bara svona standandi bara, ég pikki hann. Víti tunguna þér. Ég ætla að pikki hann og svo þú veist, einhvern veginn, ef maður gunga og hugsaði að því að við áttum svona, þú veist, bara í gegnum skákina svona sameiginlega kunningu, ég hugsaði alltaf að það yrði eitthvað geggjaði tímið ef við myndum hittast og ég vildi ekki vera gaurinn sem myndi bara pikka í hann á Kruatai og tala við hann
svo náttúrulega bara dóa hann, sko. Já, Hvað var hann gamall þarna þá? Hann var 64? Já, 64. ég var gamall að reytinni 64. Hann liði 1 ár fyrir hvern reyt á skápurinn, besti skápurinn. Nákvæmlega. Veistu hvað sagði mér þetta? Var ekki ég bara? Jú, þú fyrir kynntum fyrir skák sko, þú ert ástæðan fyrir tefli fyrir alla sem fyrir að hlusta. Reyna að gera þetta áhverst. Leifur á að kerði í ganga? Já, hvernig væri það að taka náttúrulega spurningar? Birgir, ég ætla samt að því þú ert komið með spurningar þar, Já. vaktaðu chatti líka. Það er fullt af fólki bara að hlusta. Bara einu á milli. Það er eitthvað gaur hérna algjörlega. Benz og Brím, þetta er líka Benz og Brím. Veitu hvað minnur er með? Já, það er með. Jón Viktor segir þetta, Björn Hann minn, skipti bara með gaman. við Stebbi Kristjáns heiti Fischer á bar í Reykjavík og hann spjallaði í daggóða stund við okkur einvíga Kasparov og Karpov. All pre-arranged að hans mati á sjálfsögðu. Ert að ruggla mér við einhvern annan kútur? Alveg pottið, sko. Takk fyrir að hlusta, Jón Viktor. En ég verð alltaf með spurningar mínar. Takk fyrir þetta innlegg. Leifur, ég hef með svo margar spurningar. Já, herri. Ég verð bara núna. Bjössi, tegur það bara hratt. Nei, leiðu mér að keyra þetta í gang núna, Leifur. Takk. Já, ég sé ekki orð. Takk. Það er ekki viðbótartími, er ég ekki bara... Nei, og líka bara Þú Bjössi, tvær- þú ert Nei, já, hættur að tefla þetta skák. Ég var 2 síns mér. En Jón Viktor reyndar á þessa spurningu. Já, 2 segur. Hvers vegna leikur Björn ekki E4 sem hentar skákstíl hans mun betur? Spyr Jón Viktor. Já, góð Að spurning. ég er bara ólatur til þess. Já, ok. Frábært. Þetta er þetta, þú veist, en þú veist, ef pælum aðeins í þessu svari frá Bjössa, þú veist, ég er á lati til að tefla F4, þá getur þú mætt nokkurn veginn hverju sem er. Já, reyndar. Þú veist, já, þetta er samt aðalega leiti, sko. Já, þú veist, skilja, ef þú ert D4 maður, gerir ráð fyrir þá. Já. Já, þú veist, þú elskar þrýðingin Ég og elska- bara þú ég- elskar að tefla stöðulega. Píramidi maður. Það er ekkert grín, ok, þetta er smá, sorry, Birkir, ég er alltaf að fara, ég er að afveglega allt þetta, en þú veist, mér langar bara að spyrja þig smá. Þú veist, sem D4 mann og þú veist, ég er D4 maður og ég skipti þér í F4 að því ég er ömurlegur í skák og það skiptir einhver máli hvað ég tefli og ég get telt bara það sem ég vil og ég er alltaf ömurlegur að tefla móti lélum aðstæðingum að mér finnst. En þú veist, fyrir því að vera 2000, já, sorry, en að vera 2004, Ég er búinn. að vera, Já. Bjössi. Bjössi, að vera Ja, vel gert. 2400 stað maður og Nei. skipta úr því að tefla stöðulega í Ætti að tefla núna. í það að bara læra svöru öllu. Já. Hvað er það stór skipting? Ég Það veit að er þú alveg- ert fyrir stöðum að þú kannt helling en samt. Það er alveg svolítið stór skipting. Sko, sérstaklega, hérna, ég myndi kannski gera það auðveldlega, sko, á móti einhverju sem að væri miklu stígulegar en ég. En ef ég ætla að reyna að, hérna, Takk að Peter Svitler. já, þú veist, við erum einhver samkeppni við einhverju gaurar sem að, hérna, kunni þetta út í gegn, að þá... Er það þínu leveli bara? Nei, þú veist, aðalega, sko, mitt vandamál, sko, í skák er að, hérna, ég hef yfirleitt fyrir utan Benna Brím núna, að þá er ég yfirleitt mjög góður að vinna þá sem eru, sko, stígulegar en ég, en, þú veist, þeir sem eru, atvinnum en annað, þú veist, ég nægi í raun og veru ætti að skora betur á þá svona heilt yfir heldur en ég geri og það er einhverju hluta vegna út að ég er bara ekki nógu góður í byrjunum, sko. Þannig að væri alveg svolítið, þú veist, það væri kannski þessi virði að ég færi að reyna að vera betri í einhverjum, og breyta í alfarið, sko, en ég bara einhvern veginn, hef ekki gefið mig tíma í það, sko. Nei. Eða, og líka latur, sko. Já. Má ég spyrja núna? Logi Bergman spyr. Ok, áfram gakk. Leifur að taka upp fram mér eða? Nei, ég er til að djóka. Bjöst þetta klár eða? Hallaði bara aftur út hættur að tefla. Ok. Bjarki Kvamberg, sem er nú bara fyrir utan Bjössa besti vinur þáttanis. Og hann segir bara, hver er besti íslíka skákmaðurinn í glasi með við getu ekki í glasi? A great question. Hannes Hlífar Stefánsson er ótrúlegasti skákmaður í glasi. Þetta er óvænt sögunnar. svar. Já, en byrju, með við getu ekki í glasi, samt þú veist, Er hann að hækka stig? besti íslíka skákmaður í glasi með við getu ekki í glasi. Þetta er frábært. Já, þú meinar, ok. Þá er að, wow, Já, þetta er rosalega spurning, sko. já, þetta Þessi við er erum að smá spyrja tvisvar flókið, fyrir sko. þátt, sko.
Hver Þetta er er besti rosaleg íslenski spurning. skákmenn í glasi með við getu ekki í glasi? Þetta er bara einhver sjúkast spurning sem ég fengi sko. Þetta er svo margþætt sko. Hver finnst þér þegar þú teflir við hann þið finnst hann betri í glasi? Sko það er sko ég verð samt að segja sko að hérna að ég verð samt að segja að hérna ég ætla bara að eyðileggja spurningunni af Bjarka að hérna að Hannes Lífar er einhver ótrúlegasti drykkjuskákmaður sem ég kynst á ævinni okay. og hann sem sagt hérna við erum að tala um það að hérna það var svona skákklúbbur milli manna sem að hérna sem sagt já bara allir svona bestu skákmenn þjóðarinnar ákveðu kynslóðabili og voru að hittast og þeir voru með svona klúbb sem að hérna gekk út á það að menn bara hittast allir saman svo var bara telt og sá sem vann skákina, hann fekk einn einfaldan drykk okay. og þeir eru ennþá að hittast með þeim formerkjum og hugmyndin var svo að ef þú fengir einn drykk þá myndir þú svona smátt og smátt svona aðeins kannski fara að gefa eftir og hinir fengi að hérna, hinir myndir svona ná honum að því að svo sem að væri að standa sér best væri kannski búin að drekka nokkra en þeir þurftu bara að umbylta hugmyndafræði klúbbsins að því að Hannes var einhvern tíma bara búin að vinna einhverjar 17-18 skákir og sló hvergi af sko að því að þótt hann væri bara alveg Var það að drekka drykkin eftir hverja einustu skák? Já. Og þannig að þessu var bara breytt í það sem sagt, að það væri hámark sem sagt, þú mættir í raun og veru samt hætt að drekka eftir 10 drykki sem gerði þennan ágæta Hannes náttúrulega bara ennþá betri en hérna bara til þetta ekki eitthvað svona ólulegt sko. en hann er ég hef aldrei kynst manni sem að sem sagt, getur orðið bara verulega drukkin og verið samt sko betri eða sem sagt, svipaður eða jafnvel betri sko. Hann er bara hann er það mikið talent sko. Ég ætla bara að segja þú virkir betri í skák en ef þú myndir taka 10 drykki og vinna með 10 sem er röð og ég var ennþá að tapa fyrir þig ég held ég myndi aldrei snert að tapkall aftur á ævinni sko. Nei, algjörlega hann er galið. Ok, næst spurning þetta er langt en ok AHA-menn eru mjög hrifnir af Vigni Vatnari og vildu aðeins ræði hans árangur á undanfalli. Vigni á dögunum sínu fyrsta stórmeistaramfanga til að útskýra til að vera stórmeistari þarf 3 slíka áfanga og eitingan á 2500 skákstigum. Vignir er núna með 2486 elostig. Verður Vignir stórmeistari og hvað er langt í það? Great question. Hann verður stórmeistari í byrjun næsta árs. Ok, þetta er 1 ár. Já, og það er aðlóta bara vesen út af COVID og hann getur kannski ekki fengið mótin við hæfi en hann verður bara stórmeistari mjög flott, hann er bara ótrúlegur. Já, svo við komum sjátt líka bara Vignir bólusettuði takk. Já, en þú veist, mér langar samt smá að taka þegar við erum með fullt af skákum að hlusta og horfa. Þú veist, hvað finnst þér þessa neikvæð umræði sem er svolítið verið, þú veist, þessi neikvæð umræði viðlóðandi við eiginlega hvað sem er og það eru bara mín orð, en bara, þú veist, eins og til dæmis með peppi sem að Vignir hefur verið að fá inn á íslenski skákmenn. Já. Þú veist, það er alltaf einhverja efasemdarættir sem segja já, hann er að fara á einhver mót þar sem að hann er bara að plokka stig, þetta er ekki að marka þetta. Þú veist, hvað finnst þér það sem hefur verið að mæta mót lengi og þú veist sjálfur að elda stórmeistaraáfangan? Eða bara titilinn fyrir þið? Það er bara alveg ótrúlegt kjaftaði sko, að því að sem sagt, Vignir er að mæta mót og þetta virkar þannig að þetta eru kannski 10 mann sem er í þessu móti og það er bara fyrirfram ákveði að þeir tefla allir við einhvern annan og og eins og móti sem Vignir fær stórmeistaraáfanga á núna nýlega þá eru allir sko bara svona mjög jafnir, eru allir í kringum 2400 stig og þetta er svona gauri sem eiga bara að vera svipaður á hann og Vignir bara skúrar gólfið með hann og bara rústar mótinu gjörsamlega og næri þessu strax
Vignir hefði getað farið á mót þar sem hefði verið kannski 2 gaurar sem væri bara rosalega góðir, bara með 2600 stig, hinnir hefði verið miklu lélegri einhvern veginn og meðalstigin hefur verið svipuð, þannig að þú veist, þannig að sko árangurinn hans er alltaf er alltaf á svipuðu nótum Já. og þú veist, þú getur ekkert sett út á það, þú veist, að þessir andstæðingar eru bara með þessi stig einhvern veginn. Þannig að þú veist, þetta er bara þú veist, öll einhverja vangaveltur að móti sig ekki nógu góð, það er bara algjört kjaftaði, hann sýndi það bara, þú veist, þegar allir andstæðingarnir eru í kringum 2400 stig, þá er hann bara miklu betri en þeir. Það var það sem hann sýndi, sko. Það getur vel verið að hann fari á eitthvað móta sem eru 2600 stiga menn, allir, og þeir eru sem sagt, og þá kannski rekst hann á eitthvað vegg mögulega, en þá líka þýðir það að hann þarf miklu færri vinninga sko, heldur en í mótinu sem hann var að keppa á sko. Þannig að það er bara þeir sem er að gaggrina þeir bara skilja ekki út á hvað það gengur sko, að tefla í slíkum mótum sko. Þú veist, til þess að kjarnir þetta, þótt hann sé að tefla á 2400-350 styrkleika móti, þá þýðir það bara að þú veist, til þess að skora stig þá þarftu samt að vera betri en þeir allir, skilur við, í staðan fyrir að fá okkur jafntefli mútið 2-5-6. Það sýna fram að yfirbyrði yfir alla þessa menn, skilur, til þess að hægja stig. Og það er bara ógeðslega erfitt, þú veist, eins og Vignir, sko, sem að, þú veist, er með þau stig, að hann ætti raun og verið bara, hann ætti að vera að gera jafntefli og tapa einn og einn skáka mótið þessum gaurum, hann er bara að vinna á það alla, og hann er bara að sýna það, hann er bara miklu betri en þessi gaurar, og þú veist, og það er bara, í raun og verið algjör bara heimska að vera einu svona gaggrina það, sko. Já. Þannig að þú veist, hann bara, þú veist, það er bara ótrúlega gaman að sjá hann vaksa, sko. Algjörlega. Hann er bara okkar bjartasta von, by far. Kölska menn, þeir vilja byrja að óska Friðriki Ólafssyni til hamingju með daginn, fyrir að hann damli gær, Okkar besti maður. 87 ára. Friðrik til hamingju með daginn, pottið að horfa live núna. Og Friðrik á með spurningu á Bjössa. Nei, ég er að ljúga. En hann er samt spurning sem ég kem með í nafni Friðriks, top 3 bestu skákmenn Íslands of all time. Já. Allra tíma? Já. Það myndi vera Friðrik. Og Númer ég er ekki einu sem segja þetta út af intrónu sem þú ert að því að þú veist, þetta er bara spurning sko hvaða árangur þú náðir miða við þá sem algjörlega. Svona old time og þú veist, og hann komst í það bara að vera bara í hópi bestu skákmanna heims sem voru að fara að gera allu að vera bara heimsmeistarar, þannig að þú getur ekkert keppt við það sko. Nei. Og númer 2 var Jóhann Hjartarson. Já. Sem er Vann kostnaði var á sömu slóðum sko, hann komst í topp 8 að keppa heimsmeistaratitilinn, þannig að hann er alveg klárlega nummer 2 og svo Númer 3 HSG er svona neglirna núna, hann er bara HSG er á tjattinu en það Hvað er fyrir tjattinu? Heldur hann sé stressaður eða? Arnar Mílóti segir það er ég Arnar Mílóti var flottur sko en Ég er enda farin að halda að sé Benny freaking Brím Það er Benny Brím Þannig að mögulega Benny Brím Númer 3 Já, þristun er eiginlega Já, þetta er Já, það er stóra spurningin. Þú ert með 3 geitur, þú ert komið Friðrik, þú ert komið Það er mjög Jóa þægilegt að segja Frikki og Jói, sko. Það er mjög þægilegt en mér finnst sko mér finnst að afrekin sem að Hannes hefur tekið, mér finnst þau sko stærri heldur en að þau sem að Hjörvar hefur tekið, þrátt fyrir að Hjörvar sé sko Mögnum vera Nei, bara Aldrei. Nei, Hann er nefnilega aldrei Nei, Hjörvar er sko, þú veist, hann er eitthvað ótrúlegasta talent í skák sem ég bara hef upplifað og og ef að, þú veist, en hann er bara það skynsamur að hann hefur í raun og veru aldrei farið all inn í skák. Nei. Þú veist, hann hefur alltaf verið með aðra bolta á lofti og bara, þú veist, verið
ótrúlega farsæll sem hann tekur sér fyrir hendur og bara, þú veist, hann bara besti sendiherra sem á Ísland hefur átt í skák bara ever, sko. En, þú veist, en sigurarnir hjá Hannes Lífari hafa verið bara stundum svo ótrúlegir, sko. Já. Sem hefur fylgst með og hana bara til að setja press á Hjörvar þá ætla ég ætla að setja Hannes í 3. sæti. Ok, en ég ætla að kasta það heitri kartöflu núna af því að ég er að taka hann opni núna og hún er sjóðheit og ég halda hann ólengi. Ekki kasta henni á mig í guðanna Nei, Birkir, þú fær hann ekki, ég ætla að kasta hann beint að byssa en ég er að taka hann opni núna og ég er að spyrja þig og ég er ekki bara að tala út frá, þú veist, hvort að menn hafa verið að fókusa á atvinnuferil eða annað, bara af öllum þeir taflunum sem hafa verið og þeir hafa verið margir og þeir hafa farið í ýmsar mismunandi áttir, hvort sem það er atvinnuferill eða bara einhverjum áhugamál eða bara jafnvel sérviska, þú veist að þegar við tölum bara hérna í Íslands og skákmenn hafa farið í ýmsar áttir og nú tekið sér kartur orðnum okay. Hún er heit, mjög dökkar áttir hún er heit, Bjössi ekki kasta henni á mig nei, Bjössi fara hana hver er sá skákmaður, hún er svo heit hver er sá skákmaður sem hefði getað ná lengst ef hann hefði bara verið sko bara fullkomni í hausnum og bara ekki hugsa neitt annað skák hún er komin að því frábær spurning Jóhann Gunnarsson ég vil segja aftur seti mikrofónu, ég heyrði því Stefán Kristjánsson ég ætla að segja já, reyndar er Stefán Kristjánsson mjög gott bett sko. hvað sagði það undan því, af því ég heyrði það ekki Jón Viktor ég ætla samt að segja Jón Viktor já Jón Viktor er sem sagt náunginn sem að ég var hræddur við alla mína tíð bara sem bara, þú veist, krakki á skákmótum því að hann var bara, við kölluðum hann ugluna og kölluðum hann enn og ég er bara aldrei lent í einhverju svona grimmari keppnismanni enn honum og þú veist, og hann bara, þú veist, slátrar okkur alltaf bara á þessum öllum unglingamótum í gamla daga, þú veist, við fórum þú veist, minn stærsta stund í skák er þegar að við verðum ólympíumeistrar í ólympíumeistrar landsliða bara, þú veist frábær myndag, þeir ekkert eðla myndaleg og gaurinn sem að svolítið svona bjóð það til var Jón Viktor af því að hann var hann á fyrsta borði? Hann var á fyrsta borði og hann byrjaði illa en svo byrjaði hann bara að rústa bestu frá einhver nöfn eða? Já, veist meina, hann rústaði til dæmis bara í úrslitaskákinni þá rústaði hann Simon Williams hann vann Simon Williams til að tryggja okkur titilinn sko býði bara katt aðdándur Simon Williams og svo endaði með því að hann bara var alþjóðlegur meistari bara ég veit ekki eins og hvort hann var orðinn 16 ára eða ekki og hann fór á Ólympíumóti hann rústaði Jonathan Spielmann sem var að keppum bara var einn af bestu skákmönnum heims bara í ótrúlegu skák sko þannig að já, ég held að og þetta er ekki endilega að Jón Viktor hafi ekki unnið nógu vel í skák heldur þetta var bara svona meira ef hann hefði haft ennþá meiri trú á sér sko þá hefði hann geta bara orðið einhver ótrúlegasti sem það mátt sko ég ætla líka að gera eitt núna, Bjössi ég ætla að taka hennar skák, endilega challenge okkur og Birkir fær það bara algjörlega sviðið upp á það að spura því spurninga að menn ég tek bara eina skák við challenge þannig að challenge við núna og Bjössi svarar spurninga það er rosalega challenge að fá leif hérna maður wow það er snið ég býð bara challenge-una með Birkir spil Bjössi kemimenn þeir Bjössi, nei Leifur, hvað finnst þér kemi? Hvað finnst mér kemi? Bara geitin leiknum eða skilur, hvar væri við ef að kemi var ekki að skaffa grímur og bara öll áhöld fyrir ég var alltaf ekki að vera afkemið allavega nei, pappi var búin að vera í að þú spurðir, pappi var í ruglum með afkemi bara, veistu hvað ég er lengi að kveikja á kíðinu ef hún kveikti það á sér yfir höfuð skiptir það afkemi kemi það er í sögurinn til en já, algjörlega, ok, og þeir horfðu hins þeirra við fyrir vetur og ekki challenge þeir sá að Carlsen vann nefn á 7,5 3 og þeir vilja bara fara stutt og skýrslu frá BF var þetta einn við getur summera þetta upp fyrir okkur þú veist, var þetta einhvern tímann einhver mats, eða var þetta bara ekki mikið tími, annars er þetta bara randa þú veist, summera þetta upp fyrir okkur þú veist, þetta var í raun og verið eins og bara eins og
bara El Clasico milli Barcelona og Real Madrid og svo allt hérna vinnur Barcelona 4-0 og enginn skilur neitt í neinu en þetta var svolítið Hvað gerist? Allt í henni var þetta bara svona rúst Já, það er ekki svona mikill munur á milli þessari gauðra og þetta er miklu meira að Magnús Carlsen er bara miklu reyndari í svona matsi eins og þessi hann er miklu svona einhvern veginn ég held að Magnús Carlsen hafi enga tilfinningar Nei, það er mjög gott skák Nei, í raun og veru ég held í raun og veru ekki hann var miklu auðveldara með að glíma við það að leika eitthvað af sér og svona að ná sér aftur einhvern veginn það er rosal það er eitt mesta sjokk í skák þegar þú allt inni bara svona áttar að þig bara fuck hann kom einhver leikur sem að ég var ekki búin að hugsa sem að gerist bara Þú áttir þetta frábæra svo því sjálfur Björn sem sagði okkur frá síðan Já, en það er samt Magnús Carlsen viðurkennir oft hann bara nánast ykkur einustu skák hjá Magnús Carlsen sem er besti skákmaður alltaf tíma að þá eru stundum að koma leikir sem hann bara allt innu reiknaði ekki með eða reiknaði ekki nógu langt og koma hann óvart og þegar maður er að tefla þá gerist það náttúrulega hverju einustu skák og þetta er alltaf svona svolítið sjokk, maður er alltaf bara fuck, bara hvað var ég að gera og bara eitthvað svona en ég held að Magnús Carlsen sé miklu betri en Nepo og allir þessi gaurar í það bara að svona Bara áfram gakk já, bara anda rólega og bara svona bregðast aftur við aðstæðanu sem kom upp og fara ekki eitthvað panik og eitthvað svona Magnús Carlsen samt ekki þannig að gera eitthvað svona rosaleg mistök, þetta er svona kannski smávægilega en til dæmis eins og sem ég er ekki núna já, en eins og þessi Nepo hann teldi bara fyrstu skákinnar bara frábærlega og hann var eiginlega raun og verið nærri að vinna svo bara byrjar hann að gera eitthvað svona mistök og þá bara sá maður hann bara gjörsamlega bara panikaði og fór að bara það var alltaf verra og verra eitthvað neginn Helgi Ólafs talar að Er Helgi Ólafs búin að senda spurningu? Já, og hann talar 7. hann réð ekki við, hvað segir hann hann réð ekki við 7. höggið eða eitthvað sem var að tala höggið sem var lent í 7. skákinni Já, ég meina það er bara nákvæmlega málið, það er bara að Magnús Carlsen er bara miklu sterkari að glíma við bresti sína, að maður gerir stundum mistök og þegar Nepo lenti því að hann byrjaði að finna það allt í hennu bara að þurfast að horfast í augu við eitthvað mistök eða bara tap eða afleika eitthvað að þá bara En var ekki bara Carlsen komin í það hann var búin að vinna fyrst skákina svo var hann bara að byrja að mætti í Björk tóbaksbúðina og bara hveit sér í síkó bara að rúla þessu skilur, hann vissi bara þetta hefði verið allt annað inni ef Nepo hefði unnið fyrst skákina skilur Já, leið og hann komst á blóðbræði með það þá bara átti hinn ekkert séns Nei, það er bara þannig mér langar að taka ef það er lagi Þetta bjargaðist fyrir hótt Þetta ánægð með það Þetta bjargaðist Ekki? Þú hefði samt átt að fara fyrst með Ég hugsaði bara ég er að tala um 15 ég ætla að koma kongli skjól og ekki gera mér fíbli fyrir að mann alþjóð Ef þú leikið hróknum fyrst á að vera alveg screwed Er það? Já En núna, þetta var hugmyndafræðin skilur Já, nú er að fara að drepa biskupiðinn It's a clown Já, drepa biskup, nei ég má það ekki Já, hann sér það ekki Yes Þú segir þetta klára Ég er klár Yes Hreyfilsmenn eru miklu stuðningsmenn íslenska landsliðsskák og vilja ræða Vont að hafa þig að skákskýra öll mistökin og vilja ræða Sorry Birgir sorgarsögu íslenska landsliðsskák og þeir segja bara og sendu þetta beint á okkur fyrir þátt við getum ekkert lengur við endum með 25% á EM og allir liðsmenn landsliðsins teldu undir pari nema einn af hverju erum við svona fucking slakir liðið var eftirfarandi Hjörvar Steinn, Hannes Lífar, Jói Hjartar Helgi Ás, Gummi Kja
hefði B. Þótt stilt liðinu öðruvísi upp Það er að pilla á Ingvar á Þór. engungu að stilla landsliðið út frá ELO-stigum eða á að vera innvaldur og hvernig kemst Ísland aftur í hæstu hæðir eitthvað verið að vinna í þessu skýrsla frá B. Þótt takk Nei, þú veist, að mínu mati sem er samtalið skiljanlega mistök að það var náttúrulega algjör blöndir að Vigni var ekki í liðinu. ok, Þú veist, það er bara ok, Af hverju valdi hann ekki ok, Ingvar heyrðu hvernig viltu henda út þá? uh, Hjörvar Hannesi og Hjarta Helgi áskum mikið Takk fyrir þetta góð spurning. þú varst alltaf að byggja okkur um þetta ég myndi segja bara þú veist það hendi ykkur út, sko, takk ég held ég hef hent þú veist, 1 af 3 þú veist, Helga, Jóa eða Gumma, sko. ok, En þú veist að, já, þú veist, ég hefði, sko, ég er ekki að segja að við höfum einhvað stað okkur betur endilega, en ég hefði viljað, sko, þú veist, Vignir hefur aldrei telt á, svona landsliðsmóti í skák og með hvernig hann hefur staðið sig, þá átt hann, bara það gjörsamlega skilið. já Og nei, skáka núna upp í borði, og svo skákar hann með riddarann. Engar á BSM inn. Það er alltaf að gera þetta. Fyrir sé að Er það fyrsta skákið minn eða? Vitið þið hver kendi mér allt sem ég kann? B. Þótt Þorfinsson. Já, þannig að þú veist, ég myndi segja að það væri mistökin í því móti. Ég vil að sjá smá endurnýjun, en hins vegar Birgir, þú verður að vakta kommentakerið. já, við þurfum samt, sko, að fara að slaka á með það, sko, hvort að við eigum að, þú veist, hvar við eigum að vera, sko. Þú veist, ég er ekki viss að Íslands landslið mun nokkuð tíman ná einhverjum hæðum sem að var back in the day, sko. Það er bara, það held ég sé bara aldrei að fara að gerast og það er aðalega bara út af því sem við fórum bara yfir Erum við æsa núna? fyrir þáttinn, sko, að þú veist, ég kom með stutt á dæmisögu, þú veist, að félagi minn sem er grískur stórmeistari, hann bróðir hans eða verkfræðingur sem vinnur í gríska ríkinu, hann er að fá rétt rúmlega 1000 € í mánaðarlaun Challenge. og bara, þú veist, þeim þykir bara allt í lagi á þessu slóðum. Þessi gríski stórmeistari, hann er já, þú veist, ekki með einar örugga tekjur, en er bara stórmeistari skák, teflir í einhverjum dildakeppnum og er að fá 500 € fyrir kannski það og eitthvað svona, svo vinnur hann eitthvað skákmót, við erum að tala um 3.000-4.000 € í velun, þannig að, þú veist, hann er að eiga eitthvað bara súper líf já, og frelsi með að við bróður sinn sem er í vinni á gríska ríkinu, þannig að, þú veist, hvernig í ósköpunum eru við Íslendingar að fara að keppa um það, sko, þú veist, við erum ekki að fara að geta boðið skákmönnum okkar upp á það að vera með einhverjar trusu tekjur af eitthvað verkfræðing á ríkinu, sko. já, en að því að það er þetta svona fjárhagslega sem að, þú veist, ég myndi ekki óska neinum manni þess að verða atvinnumæður í skák. nei, en Bjössi, ég beið með að rífast með þetta við að því að ég vissi að ég var að taka þetta við þettinum en þeir gátu þetta fjórmenningarnir, skilur Já, gullkynslóðin, já. af hverju við ekki gera þetta núna, skilur þú veist Af því að þá var þetta bara allt öðruvísi, af því að þú veist, það var miklu minni samkenni, þú veist, þeir voru, þú veist, Rússland og þau lönd bara Júgóslavíu lönd þessi það voru bara Sovétríkin í gangi, það var kvóti hverjir gátu komið þaðan að tefla skákmótum, þannig að, þú veist, íslensku stórmeistarnir voru bara, þú veist, mjög eftirsóttir og fengu, þú veist, bara góð boð þú veist, og laun að mæta á skákmót og annað slíkt, sko, og þú veist, og þeir höfðu kannski meiri stuðning heima, þú veist, að bara því þeir voru í hópi bestu þeirra í heimi, þannig að, þú veist, þetta var bara alltaf umhverfi upp á, sko, bara tekjur og annað slíkt, sko. Þannig að Jón veitur að því veitust að hlusta þannig að gem bara tips, hvað er ekki að visslustu? já, þú veist, það bara breyttist leið og bara Sovétríkin fjallu, þá bara, þú veist, magnaði samkeppni, það voru allt í einu gaurar sem voru bara með svipuðum styrkleika og íslensku gaurarnir sem voru bara til í að koma fyrir ekki neitt. já, Þannig að, þú veist, allt í einu bara breyttist veruleikin í því að vera bara
þetta væri eitthvað sem að væri kannski svona geti búið til gott líf fyrir mann út í að vera bara eitthvað sem að er eiginlega ekki þess virði sko. Já, algjörlega Já, ég já, verð að halda já, þú verður að halda áfram. áfram. Vitið hver ámæli dag? Leifur, hvernig þú átt ámæli núna? Til hamingju daginn, Leifur. Erum við komin yfir minnat? Leifur, til hamingju daginn, þú ert orðin 19 ára. 26 ára, alltaf verið eldri. 24 er rétt. PS er tilbúin eða? Já. Loopmenn eru mikið fyrir mind games. Lúk? Loopmenn. Já, Loopmenn. Finnur ekki Hvernig betra er snus? lúpi, Leifur? Eru með loop eitthvað þar? eða? Já. Það er Já. hérna og það er annars staðar og það er alls staðar. Okkur með loop, mikið fyrir mind games og þeir vilja vita hvað B-þótt séu þeir eru skoðun að mind games skiptir máli í skák á B-þótt eitthvað dæmi good shit mind games. Sorry. Það sem að þú vannst eða tapaðir skák út af mind games. Ég myndi bara hana. Sorry. Ég veit að Bjössi spila mikið mind games, er það ekki það? Þetta bara snýst allt mind game sko. Getur þú nefnt svona eitt, svona top of your head? Já, þú veist það er náttúrulega bara það hræðilega sem ég gert bara. Já, vil ég spila svo séu strax? Ég líst alls ekki vel á það sko. Jú. Nei, þú veist já, það að því að sko að líka nota bene það fallegasta finnst mér við skák er það, þú veist að ég fullorðinn maður get mætt á eitthvað skákmót með geðveika metnað því maður langar svo til að standa mig vel sko og svo getur verið aðilinn sem er svona svo sem að stendur mest í vegi fyrir mér er kannski bara eitthvað svona 10 ára barn eða eitthvað svona. Þú veist eitthvað svona það getur verið eitthvað svona eitthvað lykil skák og það er bara eitthvað lítið barn sem er að fara Já. og ég til dæmis já, þetta er ekki góð saga Jú, hvað er með það? Jú, þetta er fín saga, ég hef heyrt hana áður, hún er góð. Nei, hún er rosalega slæm sko að því að þetta hljómar eins og maður sé bara eitthvað geðbilaður sko Nei. Já, en það er einmitt það sem að loopmenn vildu Við sko. erum að tala við Já. skákunum, það Já. geta allir þessa tilfinningu. Já, en ég fer út og ég er að vinna sem bara blamaður og úst, og ég fer að skápmót í Dublin og mér langar bara til að standa mér rosalega vel og ég er metnaðarfullur og allt það og ég er búinn að vinna einhverja 2 fyrstu skákinar og svo er ég að fara að tefla bara eitthvað badd sem er sko alltaf sé ekki svona 10-11 ára og með svona 2200 stig og ég er bara eitthvað svona undra helvitis badd sko og ég man að ég var ég vil ekki tefla þetta badd ég vil ekki tefla þetta badd og og já, allt í náttum með því að ég verða að sigrast á þessu litla kvíkindi og svo er hann sem sagt er hann einhvern veginn svona þú veist, hann er einhvern veginn svona hann er eitthvað svo pirrandi Já. má maður segja Ekki kvísla, Bjössi. Jú, hann er svo pirrandi Hvað var þessi krakki gamall? hann er svona 11 ára Okay. og hann er einhvern veginn svona Byrju, sorry, ekki úrskipt veitur, hvaða móti varst á og... Ég var á svona sem sagt, alþjóðlegu móti í Dublin og basically vissi Það var einhver random krakki bara. Já, en hann er svona undrabarn Ef það er dreipið peðið á tveimur þá væru besti besti 1000 segja gæði sem er þessi og ég og þetta er svo fyndið sko að því að hann er anstæðingur minn allt í kringum mig eru svona gaurar sem eru bara svona 70 sem eru með jafnmörg stig og hann og ég bara akkur er ekki að tefla við hann að 70 gaur sem er bara going down í staðin fyrir eitthvað undrarabatt sko og ég var svo pirraður og svo er ég að tefla við hann og hann er að tefla vel og þetta er allt einhvern veginn að fara til fjandans og ég hata að tefla 100 börn þau eru bara svo hvað ætlar að gera? Þú vinnur 100 börn í skák ætlar að segja bara Ég vann 10 ára krakka. Ég vann hennar krakka þarna en svo þú veist ef þú gerir jafntefli að tapa fyrir hana þá ertu allt í einu þú tapaði fyrir 10 ára krakka sko. Þannig að þetta er algjör viðbjóður og svo sem sagt byrja ég að tefla og hann er að bara tefla ógeðslega vel Segur ég var að lesa skilbúðin En svo einhvern veginn sko finn ég hann er alltaf svona horfa svolítið á mig sko þá allt í einu finn ég að barnið er mjög stressað og þannig einhvern veginn að beri virðingu fyrir mér Sem er gott fyrir þig.
Já, þannig að þá byrja ég að vera svona stór og svona, ég byrja svona að horfa á hann sko og svona leik og svona valdmikið sko og ég tek hann bara á taugum sko og það að Og þið leist ekta stöður á þeim tímúti eða? Jú, þú veist, þetta er eitthvað svona byrja, hann lék eitthvað svona með svona sjálfstraust og eitthvað svona og svo allt inni þegar þú áttaður því að þú ert komin á þessa stað sem fullar maður að þú ert að reyna eitthvað að beita hérna 11 ára krakka einhverju barni, einhverjum svona sálfræðilegum svona valdi sko, þá ertu náttúrulega komin á mjög, þetta er náttúrulega hljóma bara hræðilega sko, en ég sem sagt Hvaða múf tókstu? Já, bara það, ég bara svolítið svona horfði þegar hann var að tefla og svona horfði svolítið svona valdmannsláni, ég sá hann var svona lítill í sér og svo Frá hvað landi var hann? Hann var sem sagt, hann var með hollenskan ríkisborgararétt en bjó í í Írlandi og núna er hann bara, hann er orðinn betri en ég í dag sko og þetta er fyrir 2 árum síðan sko, en hann er Og í stæðin fyrir að labba frá borðinu þá ágæstu bara svona sitja svona og ég horfa sat á hann og ég horfði á hann og ég lék svona þegar ég lék ég svona hratt og svona vandmaðslega og ég eldaði með að ég gjörsamlega slátra ég alveg rústaði hann sko en það var svolítið með því að Braust hann, Já, bara gera hann svolítið hrættan sko. Þetta hljómar er svo óbelsaða sko. Ég veit En vandamálið er það að Þetta er óbeldi Nei, skák tekur ekki tillit til aldurs. Nei, það er alveg máli að það er ekki skipt máli þótt þetta væri sko einhver bara 50 atvinnumar í skák þetta er bara andstæðingur minn á mótinu og ég þarf að vinna og það vill bara þannig til að þetta er bara sem er alveg óþolandi og þú er búin að tapa, hann skákar upp í borðið og mótar Hvað, Bjössi, þetta fullur eða? Og Teka bara á pakkanum, þetta er anstæðingum, þetta er barn og ég þarf að slátra því og ég bara beitt öllum þeim meðlum sem í boðu voru Þetta er einhver besti 1000 stiga skákmaður sem ég telti á ævinni, ég verð bara við ekki hana Leifur, ef hann skákar upp í borðið og leikur biskupum Leifur, það er bara hallaðar aftur að slaka á strax Herru, Bjössi, ég er með hann Bjössi, það er saga í boði Dominos og þeir vil hafa góð sögu af skákmóti erlendis frá Takk Eitthvað sem ég hef ekki heyrt áður samt sko, að ég fjall á tíma og þetta er 980 stiga skákmanni Afrakak Er það vandræðilegt? Hallaðar aftur sögu frá skákmóti Sorry, við erum ekki með premium account Sorry, ég verða aðeins að grípa inn í þessu Ég ætla að sjá hvað hafa með í accuracy að þetta var einhver best held að skák frá 1000 stiga skákmanni sem ég sjá á ævinni sko. Haldið áfram Ok Frá mér á skákmóti Mér fannst þetta mjög góð sagan sko fyrir þá sem horfðu seinast fyrir 9 mánuð síðan með Jóni Viktor þegar voru að dansa og það Já, það var rosalega saga sko, shit En Breska deildakeppnin, þú maður hvað það er Nei, það er ekkert byrtinga eftir sko en Nei Ok, hann bara 68%, það var fair Já, bara sorry Er ekki gott hlaðvarp að þegja bara að hugsa Jú, þannig að Leifur er eitthvað Leifur að hann tapaði fyrir 1000 eða manni Já, það var sub 1000 sko, ég verð aðeins að fá að venda Sub 1000 Fuck me, vel gert smörf Já, vel gert Haldið áfram, sorry Ég verð aðeins að fá að hugsa máli sko Ok, þú færði þetta inni Já, ég ætla að eiga þetta inni Örstuðbyrning frá Ef ég ætla að segja sögu þá verður hann að vera freaking góð saga Já, endilega, þú hugsar Barjón Mósamenn eru miklu stjórnir með handbóltalandsins og eru til að mynda með 2 fyrir 1 barnum kannski sem landsliðið spilar hann er ekki leikur á morgun á móti í Nóri eða? Heldur betur 5. seti, gefur það Já, beina sæti á verði á EM HM, já Þeir hjóðu eftir að Bjössi skellt sér út á leikir á móti Fraklandi og Danmörku eða ekki? Já Hvernig metur P.A. framistu landsliðs í mótinu? Mér finnst þetta bara sko gjörsamlega geggjað sko Við töpuðum samt fyrir Króatíu sko Já, það var náttúrulega brúta COVID sko Við höfum bara, við höfum ekkert eðlilega unnið á ef við erum með okkar besta lið og
já, maður búinn að fara gegnum sko the golden ár hjá landsliðinu. Fótboltalandsliðinu þá að tala? Nei, handboltalandsliðinu. Já. Þú veist, þeir eru bara búin að vera, þeir voru náttúrulega bara krakkar þegar þeir voru geggjaðir sko. Já. Og svo komið svona mögur ár og fótbolta hefur ekki smá spotlight sko, en núna bara, þú veist, og maður hafa heyrt það sko, kjaftaði sko, þú veist, að það væri svona vandamáli handboltanum með endurnýjun og eitthvað svona. Svo komu bara svona gaurir eins og Ómar Ingi og Viktor og Viggo og bara Elli Snær og þessi gaurar sko, og bara eru ógeðslega góðir. Já. Og og Elvar og Ímir í vörninu sem eru bara svona, þú veist, þeir líti ekkert út fyrir að vera einhverjir sko naglan, þetta eru bara svona algjörlega heimsklassa gaurar sko í vörn og öðru. Ekki skrítið að við eigum engan línumann sem 2 og 10 rumur og vera standið þessum gæi? Okkur myndi alveg vanta kannski sko að því að eins og eini gallin til dæmis Elli að þú veist, hann ekki alveg nógu góður í að klára færi sín sko. Nei. Það eini gallin, en hann getur bætt það, þú veist. Það gæti samt verið stress á stórmæð, þessar vippur, við skulum ekki dæma hann mikið út frá því. Nei, alls ekki sko, því að ég held að það sé það auðvelda, því að hann að gera allt annað rétt sem örugglega bara erfiðara dæmi. Algjörlega. Þannig að ég bara, þú veist, og mér finnst þetta bara geggjað sko, og ég held að þetta ógeðslega pirrandi að þetta gangi ekki betur. Skilur, ok, ég að tala um Beint Prímynda og ég drap ekki með skák já, ég draf með dróttingu fyrir ekki. Nei, Leifur, hætti bara að tefla. Mér finnst þetta bara geggjað sko, og tengdapabbi minn fyrirverandi landsliðsþjálfari og hann úti að þjálfa dómarana sem að ég held reyndar að sé þú veist, já, þú veist, að þú veist, það hefur enginn orðið vara við að það sé ykkur skandall með dómarana og það mínum manna að þakka sko. Ömurlegt dómgæsla þarna. Skilur, nei, sko það er ömurlegt. Nei, það er svona eitt og eitt atriði sem pirrandi. Grínast, það er heilt yfir, þetta búið að vera bara geggjuð dómskeiða. Ef þetta væri fótbolti, þá væri menn á höfðinu. Nei, það er að því að þú veist, það er bara sko elementi með handbolta, þetta er svo mikið sko þú veist, þetta er svona óskýra reglur, þetta er svo mikið sko dómarinn ákveða og það er svo erfitt að segja hvort það sé rétt eða rangt sko. Þannig að heilt yfir finnst mér þetta að vera búið að Þú veist, ok, er það áfellsdómar dómarana eða íþróttina? Að þú veist, að afsökunin sé Þetta er íþróttin. Já, ok, þetta er íþróttin. Já, þetta er bara þannig að þú veist, það er svolítið svona huglægt mat sko, hvenær setur hendin á loft, þú veist, það er bara tilfinning sko. Leifur, án ekki með næstu spurningu, heldur mér að Gambino í glasi hjá Bjössa? Ég að tefla. Já, hætt að tefla. Ég að vinna hérna. Messin spyr, Bjössi, og þetta er erfitt. Bobby Fischer, Kasparov eða Karlsson? Hver er geitin? Það er alltaf náttúrulega Karlsson. Karlsson? Alltaf. Eru það að grínast það? Er það? Já, mér finnst það. Þetta er góð spurning. Sko, er hugsið þetta? Hvernig er þetta svona, ég held að þetta væri erfið spurning. Já. Nei, mér finnst sko mér finnst hann bara svo geggjaður sko, hann einhvern veginn Taktu núna 2 mínútur og hugsaðu. Hann gerir ekki og ekki leika. Hann gerir ekki mistök, hann er bara þú veist eitthvað svona maskína og hinir voru sko minn gallaðir og mannlegir, ekki drepa, ekki máta mig, sko. ekki máta mig sem ekki vangar sko. Og mér finnst hann bara svona eiginlega bara svona flawless ná ekki sko, hann er að vinna gaura sem eru svo miklu betri heldur en hinn er voru að glíma við sko. Og hann er að vinna það bara svona á einhverjum svona ekki máta mig talenti bara, eða þú veist ekki máta mig já, bara einhverju svona ekki drepa einhverju svona ótrúlegu ekki drepa bara eitthvað svona já, sína eitthvað svona smá yfirbyrðu og hann bara nýtir alltaf að vinna sko. Þannig að þú veist það er engin einstaklingur klímt við jafn mikla mótspyrnu og hann í skásögunni finnst mér. Þú veist, andstæðingar hans eru ógeðslega góð og hann nær samt að drottna yfir þeim sko.
Ok, og þetta ekki við eitthvað að sjá þetta betur af því að við erum fylgist meira með? Nei, þú veist, að því að á okkar tímum. Það það sem ég hugsa, skilur við erum alltaf að Messi og Ronaldo og svona dæmi, að þetta svona nær okkar tíma, sko. Ég kannski segja, Maradona. Eins og Bobby Fischer, hann var til dæmis bara með einhverja óeðlilega hæfileika, klárlega, og hann samt sko, þú veist, var með yfirburði yfir andstæðinga sína út af sko bara þessum hæfileikum sínum en spurningar, þetta skák. Nei, já, þú veist, og mér finnst samt sko að hann hafi ekki mættir í mótspyrnu sem Karlsson er að díla við og, veist, og sama með Kasparov sko, að hann var alveg geggjaður en þú veist, það sem að Karlsson er að glíma við að þessi gaurar hafa allir aðganga að bara veist, ótrúlegum æfingatækjum og sem allir eins og Kasparov, þú veist, það var hluta yfirburum hans var að hann var bara, þú veist, með bara náunga sem voru svolítið að hjálpa sér og hann var ótrúlega framalega að undirbúa sig og slíkt sko, þú veist, Karlsson hefur ekki neina yfirburði þannig séð í því sko að því að þú veist, hinnir hafa sömu möguleikan á því sko, en ef ég ætti að segja að þú veist að kannski mögulega Bobby væri jafnhæfileikaríkur en mér finnst Karlsson vera besti allra tíma en það hlýtur að þú veist, þá verði ég að gera mína vinnu sem fréttamaður að spyrja bara þú veist, ok, sem sagt Karlsson fyrir 50 til 60-70 árum þegar bara tölvur voru ekki fyrirbæri var hann yfir bara bestur? Já, mér sýnist það á þessu sko. Ég held það nefnilega sko, ég held að ég held að hann yrði bara ég held að hann yrði ennþá betur en hinn ykkur en líka, örstuð, það sem að gerir Karlsson meðal þeirra sem virkilega fylgjast með og hlusta fréttir sem ekki ég, en þú veist, ég horf kannski að fréttir en ég ekki það góður til að meta það sjálfur en þú veist, ég horf bara fréttir og það sem ég les og heyri það að Karlsson versus til dæmis Anskýri sem elskar að gera jafntefli og allir þessir ofurstórmeistari eins og eru kallaðir hann er ekki bara heimsmeistari, hann leitar líka út úr tölvureikningum og teórium og einhverjum undirbúningum. Hann fiskar menn út úr undirbúningum. Já, hann gerir það, en ástæðan fyrir að einhverjum finnst hann ekki skemmtilegir eru það að hann vinnur ekkert endilega fallega. Hann er gaurinn í fótbolta sem vinnur 1-0 sko. Hann svíður menn. Hann er Mourinho. Hann vinnur 1-0 og það er aldrei neitt eitthvað 5-0 og geggjaða leikur eitthvað. Þetta er bara svona grænt. Hann vinnur 1-0 og það er jafnvel sko marki uppbótartíma því að þetta er svona á síðustu stundu. En ég man eftir þannig að fólki svona, það er enginn að kaupa sig inn til að horfa á einhverja veislu, þetta er bara svona, hann bara vinnur sko. En ég man eftir, ég las eftir eitthvað sem þú sagði, Bjössi, þú heldur að Ali Reza gæti mögulega til að segja? Hann mun gera og hann gæti, mér finnst bara Leifur, Bjössi þarf meira Gambino. Ég græði sko. Mér finnst bara mjög Það er það með hliðina sko? Já, ég ætla ekki einu spurningu fyrst. Mér finnst bara mjög líklegt að Ali Reza muni jafnvel bara vinna? Sko. Já, muni ekki Karlsson það bara hætta áður en það gerist? Nei, Ali Reza sagði, Karlsson sagði satt. Hann vill bara fá alvöru chance. Já, svo getur vel verið að Ali Reza náði ekki núna og við munum aldrei sjá sko Ali Reza tefla við Karlsson sko, það er alveg smá möguleiki og svo getur það enda líka orðið að það væri cheap. Já, en svo getur það enda bara sem væri það sem kannski skákið þyrfti að jafnvel þó að Ali Reza muni aldrei fá það að tefla heimsmeistari við Karlsson, að Karlsson bara gefi þetta frá sér og Ali Reza verið heimsmeistari eitthvað einn sko að þá getur þetta endað eins og í bara nefaleikunum að þið bara svona að kemur bara einhver milljarðamaður og segir bara, það eru bara $5 million á mann og nú þurfum við að sjá bara hver er bestur sko. Og kannski er það ekki eins og heimsmeistaratitil, kannski bara Ali Reza heimsmeistari en það verður slíka eitthvað svona money viðurreik sko.
og þú veist og það líka bara allt í lagi sko, þú veist, ef að verður eitthvað svona þannig dæmi í kringu skákina þótt að manni finnst það ekki kannski alveg eins fallegt sko, en þá ég held að við munum alltaf sjá það einhvern veginn mæta sko. Algjörlega. Já, klárt. Sko, landsliði, ef við tökum aðeins, bara Skák. Já. Hefur viljað fleiri tækifæri eftir á ekki? Er ég að fara að fá Gambino eða er ég ekki að fara að fá Gambino? Það við hliðina, Leifur. Græði það bara núna? Leifur, það við hliðina, þú veist það. Hvað er með Gambino? Já. En aftur á landsliðinu, ertu svekktur að hafa ekki fengið fleiri tækifæri með íslenska landsliðinu í skák? Nei, það er náttúrulega bara hlægilegt yfir huga að ég fengi einhvern tíðan tækifæri með íslenska Nei, við erum nú ekki sammála því. Nei, ég held að ég bara hafi fengið nákvæmlega jafn mörg tækifæri. Hvað er það mörg tækifæri? Ég fekk ég náði að tefla á einu ólympíuskákmóti sem ég þykir mjög vænt að hafa fengið tækifæri á og svo hef ég 3 sessunum telt á Evrópumóti landslega og það er 2 sessunum að því að ég átti að eiginlega skilið og í 3. skipti var það því að Ísland ætlaði ekki að senda á Evrópumóti í skák og þá græjaði ég þetta bara með með 3 vinnum mínum að við bara fórum út teltum fyrir Íslands hönd sko. Þannig að þú veist, ég keypti mér það tækifæri alveg klálega sko. Já, en við vorum smá að taka umræðu fyrir þáttinn, ef þú verður bara allráður yfir landsliðinu á að velja landslið einungis út frá ELO-stigum eða þarf að meta bara, þú veist, bara eins og fótbolta eða eitthvað annað, bara þú veist liðsstemningu og annað, skilur. Þú veist, það er búið að horfa allt og mikið á stíin og og allt og lítið á bara, þú veist, hvernig fólk skákmenn eru sem liðsmenn og þú veist, og í raun og veru er þetta bara algjört kjaftaði sko, að því að til dæmis sko svona í gamla daga, þú veist, og fyrir nokkrum árum að þá til dæmis bara fyrsti maður sem ég alltaf valið í landsliði væri Þröstur Þórðarson. Já. Að því að bara á morgun, bara. Nei, þú veist, kannski ekki alveg núna, en ég fer svona bara 10 ár aftur í tíman eða 15 ár, bara alltaf Þröstur, að því að þú veist, hann er ótrúlega skemmtilega. Já, sammála því. Og hann er svona stemmingsmaður sem að sko þegar þú veist, allir 4 að berjast og þá verður hann þá stígur hann upp og er miklu betri og og er bara, þú veist, með bara eitthvað svona miklu meiri svona eitthvað svona present, presens og bara þú finnur að þessi gaur að leggja sér allan fram svona horfir svona í kringu svona og skiptir máli og þú er að leggja sér allan fram og er bara svona geggjaði liðsmaður og þetta er ekki nógu hort og ert líka svona gaur bara svona ok, ef við vinnum þá er geggjað að fá mig bjóð með honum eftir fucking victory, skilur þið langar til þess að fara að vera með þessum gaur að standa þig vel sko og ég held til dæmis bara svona stemmingsleysi ég veit ekki eins og hvað ég segja hver munurinn er ég myndi frekar taka náunga sem er svona 100 stigum lægri ef hann er sko svona liðsmaður sem hvetur aðra áfram frekar en eitthvað bara sem er góður í skák sko. Ok, ég seti bara on spot, þú ert að velja landsliðið á morgun bara 5 eða 4 4 og svo einn armar og ertu current bara svona current sem eru bestir núna já, ef allir myndi gefa sér fram þá myndi ég velja Hjörvar Hannes já, af því að þeir eru ótrúlega bara góðir og Hjörvar er til dæmis með hennan karisma á hana og Hannes er sko bæði góður reyndur og svo er hann líka sko Hannes er ekki beint svona gaursamt sem er bara svona all in að berjast en hann er bara svo
hann er bara svo fucking góður. já, hann er líka bara svo geggjuð típa sko, það er alltaf svona húmor í kringum hann og ég bara, ég myndi alltaf velja Hannes. Ég myndi bara númer 3 var í Vignir og það já, Hjörvar Hannes, svo bara Vignir nummer 3. Nei, og það er bara því að þú veist að hérna, við verðum bara að horfa til framtíðar sko, þetta er bara, þetta er nánast eins og spurningi sko, ég var að velja aftur hérna bara, ég var að velja bara Kára Árnósson á miðunni eða hvort ég var að velja bara Ísak Bergmann eða eitthvað, þú veist, það er bara hvað er framtíðina, hann er náttúrulega klárlega bara eitthvað sem að bara við verðum að gefa honum tækifæri strax, þannig að hann er alveg klárlega þar sko. Og svo myndi ég hérna, og ég held nú með 4 að myndi ég velja Helgi Ás líka. Já. Því Helgi Ás er sko, það er náttúrulega alveg klálega eitthvað að honum sko, en hann er sko, þú veist, það er engin náungi sem er mikill sko baráttumaður og Helgi, og þú veist, Helgi getur bara orðið allt í einu reiður og hann getur bara tekið einhvern gaur sem er bara í topp, bara 50 heiminum og bara, og bara skræla hann bara þegar Helgi dettur allt inn í gýrin sko. Þú veist, þannig að þú veist með eitthvað svona náunga sem getur bara svona stíð upp, þannig að hann er númer 4 og ef ég ætti að velja númer 5 að þá er það vitlýsingur en Bragi bróðir, en það er líka bara því ég elska hann. Þetta veikur samt upp áhugaverða spurningu sem að þú varst að geta svara sanngjarnt og þú varst heldur ekki að standa við, en bara pælingin er svo, þú veist, eins og með Helga Ás sem að tók sér frí í bara, ég veit ekki hvað mörg ár, hann var bara í pásu og núna er hann bara virkasti stórmeistari sem við eigum, skilur við. Hann er tefla fullu og bara bæði í hraðskakmótum og kappskakmótum. Hvernig erum við að leggja bara viktina á þetta, ef þú gefum bara prósentu á reynslu, framtíðarhorfur og síðan bara geti, skilur við, hvernig myndir þú stilla þessu upp ef þú væri landsliðsþjálfari núna? Hvað, með þá Helga? Eða? Já, ekki bara með Helga, líka bara með Vigni og annað, skilur þú, hvernig erum við að horfa á þetta? Sko, mér er staðalega bara geggjað að Helgi hafi komið tilbaka, sko, og við þurfum bara að, það er bara kvalríki fyrir íslensk skáklíf, hann hafi byrjað að tefla aftur og á hæsta leveli, sko, og mér er bara, bara dásanlegt að sjá, þú veist, hvernig hann hefur blómstrað og finnst þetta skemmtilegt og og hvernig sko hans endurkomi hefur verið tekið bara opnum örmum sko, en þú veist og mér finnst þú rosalega mikilvægt að þú veist, þessi gaurar sem eru svona bara, þú veist, geggjaðir eins og Helgi, að þeir líka fái það þú veist, bara leið og þeir koma aftur og þá eru þeir bara automatically orðnir kandidatar í að vera í landsliðinu sko. Það er bara ótrúlega mikilvægt sko, og skákin er náttúrulega bara þannig að en þú veist, mér finnst það rosalega mikilvægt að sé lögð áhersla á ungu gaurana og við mistum að tækifæri að láta ekki Vigni vera í síðasta móti sko. Algjörlega. Það var klúður. Leifur, nú ætlum ég að taka, ég veit ekki hvað það hrifum það ekki, en ég ætla að mini hraðspurningar. Vilstu það? Ég er mjög hrifin að því, með að við fjöldan sem við erum eftir hérna. Já, þetta er svona mini hraðspurningar, svaraðum svona innan 30 sekúnda. Tilbúin, Bjössi. Ok. Af því að við erum búin að halda þetta lengi og vá, hvað þetta er búin að gaman. Það eru samningaviðræður í gangi, en við ætlum að fá Bjössa hérna allavega 4 sem ári. Top 3 power rank, myndarlausi skákmenn, kallmenn og konur top 3. Þú mátt velja hvort það velur innanlands eða bara yfir allan heiminn. Og þetta er Gambino menn sem vilja fá að vita þetta. Þeir eru miklu áhugamenn myndalegt fólk. Já, mjög miklu. Já. Tjóðlega Gambino er gott maður. Það er alveg gott. Vá maður. Top 3. Af Ísland, ég ætla að fara í Ísland. Það er hart. Kallar á konur, það er heldur hart. Bragi Þórðarson. Númer 1, já, ég er ekki hann er rosalegur. Númer 1. Ertu að tala um bara at his prime eða núna?
Nei, Attis Prime. Sammála því. Það er búið að falla verulega á hann, sko. Nei, en bara Sko, við skulum alveg nota bene að halda því til haga að við erum að tala það var haldin fegurðarsamkeppni úti í heimi á heimsmeistaramóti undir 20 ára í Grikklandi back in the day hvort það sé ekki bara 2001 eða eitthvað og Bragi lenti þar í öðru sæti sem var mjög óréttlátt því að hann var klálega myndalegastur og pólsku stórmeistari sem heitir Kamil Milton, þið getið flett honum upp, hann er bara ekki nærri á levelinu sem Bragi bróðir er, sko. Varst þú ekki á þessu móti? Nei, ég er náttúrulega klálega unnið þetta náttúrulega en já, Bragi var svikinn illa þannig ég ætla að tilnefna það núna, sko. Hann var Bragi 2001 hann var rosalegur. Sleppir vel, sko, top 3 mátt vel í heiminum, konur líka. Nei, Það er bara búin að vera 1 af 3, sko. Já, jú, ok. Hann á ekki að halda mig í Ísland. Jú, það var ekki eðitt. Já. Ég verð líka að fara í Stefán Kristjánsson nr. 2. Já, sammála. Minn minn góða vinn sem að Vá. Hann var mjög myndalegur. Nei, hann var bara ótrúlega flottur náungi, sko, þannig að Sjálfur líka það? Já, hann var bara algjör, bara gáður, klár, fyndinn, húmoristi og það var með allt þetta, sko. Fullkomni tengdason, sko. Hann mitt, ég held hann að jafnvel í 3. sæti á þessu, því hann og Bragi fór út, sko, á þetta heimsmeistaramót þegar það var fegurðarsamkeppnin, þannig að Stefán nr. 3 en númer Stefán nr. 2 hann er nr. 2 en nr. 3 væri Hver er nr. 3? Hver er nr. 3? Þurfa að vera eitthvað þar þurfa að vera ofalega í skákstöðum líka? Nei. Þá held ég ekki Brímarinn er þarna, sko. Nei, er ekki bara Leifur Þorsteinsson að vera að taka þetta? Jú, ég held, vá, kalda hvað er á mig? Þetta var bara þess að fixa Geggjað. Valda klopningi. Takk fyrir, nei, ok, geggjað, ég ætla bara að sleppa þér fyrir nú. Ég rónaður í tæðina fyrir sig. Hvað var þetta? Já, bara að reyna að fokka honum upp, sko. Bjössi, stærsti sigur á skákferlinum? Þegar ég vann Wang Yu Wang Yu? sem að Var það þegar hún var 9 ára heimsmeistari? Já, ég verði að koma með ógeðslega stutt, sko. Já, gerðu það. Þetta er óþægilega sem ég lenti á ævinni, sko, að því að þú veist, það var Ekki flýta þér, bara... Nei, en það var skipulagt, sem sagt, Reykjavíkurskámót og þetta var bara, þetta var svona fyrsta skipti sem að þetta var sett svona áherslu á, sko, að vera með bara, eitthvað sem að mögulega væri svona eitthvað svona commercial marketing dæmi, þannig að það var allt lagt í sölunar og Íslandsbanki styrkti með rosa framlagi eða Glitnir á þeim tíma, þannig að þetta var ógeðslega svona flott mót, sett miklu peningar í þetta og allir fjölmiðlar boðaðir fyrsta umferð nema hvað að í fyrsta umferð þá átti Wang Yu sem var bara einn af bestu skákmönnum í heimi á þeim tíma, hann átti að tefla við finnskan stórmeistari sem heitir Heikki Vesterinen og þeir sem eru í skákinni vita kannski það að Heikki Vesterinen er svona 100 ára? Já, hann er mjög aldinn og hann er svona hann er sennilega ekki að fara að hlusta á þetta en hann kannski hugsar ekki rosalega vel um sig, hann er svona frekar sjúskaður, hann er ekki já, við getum orðað þannig að þú veist að fötunast eru komið til ára sinna og hann er kannski ekki búinn að klippa neglurnar í mjög langan tíma, hann er kannski ekki eins mikið legend og hann er, sko, þá er hann kannski ekki það sem að þú veist ef þú ert búin að leggja rosalega mikið áherslu á svona markaðslega hluta að búa til flott mót, þá er hann kannski ekki maður ekki svona ideal kannski ekki sem þú vilt fá, sko, eitthvað geggjaða mynda til að promóta já, þú ert búin að búa alla fjölmiðla landsins og eitthvað svona
þannig að það verður eitthvað sem að þá tíma var í lagi en núna væri bara alveg bara algjörlega bara ekki boðið að það var gerð sem sagt skipti þannig að þú veist, ég var sem sagt já, þú veist, ég var við hliðin á honum í rauðinni og í staðinn fyrir að ég var að tefla í besta skákmanninn að þá var ég að tefla við þann sem var lélegastur í mótinu á neðsta borði og á síðustu stundu þá er gerð breyting og ég er hérna, þú veist, bara í staðinn fyrir að fá Björg Chris Bergs það fegstu Wang Yu já, þannig að það er bara breytt þannig að, þú veist, Hækki fyrir að tefla á næsta borði og hverfi sjónum og ég í mínu besta formu og í góði jakkafötum og er svona miklu svona fotogeniskari heldur en Hækki að ég settur upp á efsta borð að tefla við Wang Yu og svo er bara teki ég höndina á honum og hafi verið að teka myndir og móti fyrir að stað og ég átti náttúrulega bara að tapa fyrir honum að því að þessi gaur er bara einn af bestu skákmönnum heims og ég er bara eitthvað gaur sem átti að vera svona skotfóður í fyrstu umferð nema það að ég bara tefli bestu skák á ævi minn og ég gjörsamlega slátra gaurinu og bara ég bara valdi yfir hann, ég vinna hann og ég man að ég bara þegar ég var að klára skákina var ég bara að byrja að titra því að líka sko ég vissi að þau höfðu svissa sko og ég er bara svo miklu ágjör að líka að ég er bara það er allt vitlu sko þetta er bara svona bara þið voru að svindla sko það á ekki að breyta svona eitthvað og en ég náði að vinna skákina og hann tók þessu bara eins og höfðingi hann var bara ógeðslega kurteis og við bara fórum að yfir þetta og hann var ekkert eins og brjálar ég held að hann alveg vita að þetta átti sér stað þetta sem var breytt og svo fór hann bara datt hann niður og svo enda með að hann vann mótið hann bara fór niður og bara rústaði öllum og vann mótið en þetta var ótrúlega skrítið þetta var minn stærsti sigur samt alveg ótrúlega óþægilegur sigur já, Wang Yu með 2.750 bíka eitthvað hann eða já, þú veist, sko að finna vera eftir þetta þá sett hann næstu í heimsmet að því hann tapaði ekki 90 skákum í röð og var þá að tefla í Carlsen og alla þess þú var seina sem að tapaði fyrir já, þú veist, og ég var fyrir að fylgjast með hann myndi sitta eitthvað svona sögulegt met bara, þú veist, að þetta var svo fyndið að svona stóra skáksigur sem voru bara svona Wang Yu, hann er ekki búin að tapa 90 skákum í röð það síðast skipti sem hann tapaði Björn Torfinsson was against Torfinsson Reykjavík Open og svo var bara svona Carlsen og allir hinnir og ég var bara haltu áfram mann sem sirka hvað var með þegar hann teldi á þér og síðan þegar hann tapaði senast já, þú veist, hann var með 2.698 eitthvað þegar hann tapaði á móti mér og ég man að ég var svo pirraður við að ég geta sagt að það var unni eitthvað með 2.7 en svo eftir það fór hann alveg upp í 2.750 eitthvað hann fór datt niður aftur sko. það er ágætlegur það er bara þetta var rosalega sko en eins og ég segi ég fekk fullkomið samviskubit út af aðstæðum eru helviti vel gert hjá þér uppáhaldslið sem hún telt með við erum eftir semi-hraðaspurninga þegar við erum hellingaspurninga Juju Kent já, Juju Kent Luis Gallego og Freystaborðið nei, hann er bara ég myndi alltaf setja hann á næsta borð en hann er geggjaður sko uppáhaldslið fyrir í Juju Kent bara snört Luis Gallego eða Simon Williams eða Simon Williams var með þér eða ekki já, Simon og Luis voru mínu bestu býð bara, Simon Williams coming up ok, ég er búin að taka það Payday menn vilja að vita hvernig Payday er í skákinni hvernig er að fá Payday í skákinni hvernig er Payday að vera skákmaður það er kannski ekkit geggja Payday en það er samt svona að þú veist skiptir alveg máli sko það eru ég meina ég telt einu skák þar sem að spurningin er ef ég ger jafntefli þá fæ ég ekki neitt ef ég vinn þá er ég að fara að vinna 500.000 já og það getur verið alveg drullu stressandi þetta er kannski ekki eitthvað svona sem er life changing þetta er ekki life changing þetta er svona þú veist spurningu hvort þú sést að fara að eiga geggja helgi síðan í Dublin eða hvort þú sést bara að fara að ströggla en fyrir þá sem eru heima pæli að fara að setja skákina fyrir sig þetta er ekki málið ef þú ert að pæli cash nei, ef þú ætlar að
græða peninga þá áttu ekki að fara í skák. Já, Ok. stay away. Nei, en hins vegar ef þú ætlar að fara í skák og kynnast á öðru fólki, ferðast út allan heim, bara þú veist að upplefa einmitt þetta svona keppniselement mögulega við börn eða fullorðna og jafnvel gamanmenni að þá, þú veist, ég er bara ógeðslega hamingjusamur með að hafa dottið inn í skák sko. Algjörlega. Það gefur mér En- ekkert eðlilega mikið sko. En þú veist, að við erum með Champions League sem er þetta stíl og öll þessi mót sem að bara þessi allra bestu eru bara bóðinir á og það er telt á þeim, en síðan erum við með öll þessi áhuga mannamót út heim. Já. Ef við bara, þú veist, hvernig er verðlaunaféð frá þeim sem vinnur og síðan kannski séð þetta peningasæti, þú veist, hvað er fyrir þessi áhuga mannamót sem eru kannski frekar opin? Tökum bara Þau eru samt sko, þetta er ekki merkilegt, þetta eru svona stór mót sem ég fer á og myndi telja mig að svona smá möguleika á sko að fá eitthvað penning. Það eru fyrsta sæti kannski svona algjört max 500.000 sko. Hvað þarf maður að vera en- stíðahár til þess að vera búðin á svona mót? Þú þarft að vera svona allan yfir 2400 helst sko, vera stórmistari yfir 2500. Þú veist, en svo þess að fyndi að þú veist að skákmyndi er ekkert endilega geggjaðar í að vera í svona sósíal sko. Þannig að þú veist að ég hef alltaf átt velgengna fagna með það, þú veist, að vera kannski svona frekar hlutfallslega eðlilegur með við hina sko. Þannig að þú veist, ég hef átt mjög auðvelt með að, þú veist, að kynnast einhverjum og þá er verið að bjóða mér frekar heldur en einhverju miklu sterkari, af því að þú veist líka þeir sem halda mótin þeir vilja mögulega fá einhverja sem eru sko bara þú veist næs og skemmtilegir heldur en einhverja sem eru kannski bara algjörlega fókusaðar á skákina. Þannig að þú veist ég hef alveg náð að upplefa sko að fara á einhverja skemmtilega slóðir og skemmtilega mót, jafnvel þó að svona stigalega ættu er kannski að bjóða ykkur allt öðrum sko. Er BF-þóttin eitthvað í bréfunum eða kryptó? Ég er ekki mikið í hlutabréfum og það er bara því ég má það ekki sko, því að kona mín er búin að vera í svo mörg ári í eignastýring og öðru slíku sko, að ég er alltaf bara ég er alltaf hengdur á hann og ég má ekki hreyfa mig sko, þannig að hún þá er ég að koma henni eitthvað vandræði sko, þannig að ég er ekki snert á því, en hins vegar kryptó er ég Prófaði það? Já, ég hef aðeins prófað það og okkar besti maður í myntkaupum, hann Patti, hann innliti það svolítið að mér og ég bara Það eru góðvinir okkar, Leifur. Nei, ég er bara ótrúlega mikið áhuga á þessu, þetta er svo klikku breyting og ég á erfitt með að sjá sko hvort þetta sé það sem að sé að fara að taka yfir eða hvort þetta sé eitthvað sem er eitthvað bóla sko. Og ég held að þetta sé klárlega ekki bóla, maður verið fáið ef maður heldur það, en þetta er alveg sko, við erum algjörum frumstigum í þessu og þetta er svona algjört vilda vestrið og ég reynir bara að setja eitthvað svona, mér er gaman að veðja á þetta og þú veist, ég myndi bara ekki snert á þessu ef þú ert með einhvern pening sem þú mátt ekki tapa. Þú í raun og veru ef þú ferð inn í þetta núna, þú þarft að vera tilbúin að bara þú ert bara að fara inn með pening sem að bara þú mátt tapa og ef þú ætlar að vera einhver desperation að setja einhvern pening sem þú verður að ávaxta, þá ertu bara á röngum slóðum sko. Mér langar kannski að stela bara 60 sekúnda umræðu, bara rétt snögt, af því að ég held að það er orðið það mjög vel, það veit sko, þegar við erum að tala um krypto á annan borð, þá veit engin neitt í alvörunni. En þú veist, ef mann ætla að veðja á þetta er ótrúlega sveiflukenndi gjaldmiðil, það er mikil volatility á markanum eins og við segjum. Og þetta er að sveifla sögulega lágt núna, þetta er að snerta 30.000, þetta er komið aðeins vel upp fyrir 35 núna, en þú veist Birkir og Björn, bara bæða selv, bara þetta er bara já en nei spurning. Ég ætla bara að segja að þú veist, ef þú hefur trú á þessu, að þá en ég ætla samt ekki að vera að segja nefnum hérna. Nei, þetta er ekki verðbreiðar, við erum ekki snillingar. Nei, ég þori ekki að segja neitt sko. Erfið skákmaður sem þú mætt, fannst þú ekki eiga break?
Magnús Carlsen. Já, það er ágætið svar. Hvað var það gamall? Það er endar, ég vildi að það er ekki spurt að þessari spurningu en hann var sem sagt 14 ára. Já, ok, Flottur þó aðeins. það. En hann var að verða stórmeistari. Já. Þetta var rétt ára að hann var stórmeistari. Hefur áhuga að taka aftur við sem fórstu SI einn daginn? Já. Já, ok, geggja svar. Af hverju águst ekki ritstjóri DFF? Það er einhvern veginn hljómaði vel sko. Eða þú veist að hljómaði. Var það, sorry, þeir segja hérna kölskamenn, var það seðlabúndi í Helga Magn það þykkt að þú gast ekki annað en sagt já? Nei, það var ekki það sko. En það var hérna, mér fannst það svolítið spennandi sko bara að vera í hérna að vera í svona skotlínunni sko að finna þér sko hérna mig myndi langa miklu meira til þess að hérna geta einbytt mér að því að vera að grafa upp fréttir og skrifa þær og klára þær en það er ekkert eðlilega mikið áreiti sem að fylgir þessu jobbi sko að því að það er svo mikið í kringum þetta sko einustu frétt sem við birtum að þá er alveg ótrúlega mikið svona sem að það er haft samband, það er einhverjur jafnvel stundum ósáttir, það er hérna eitthvað svona follow-up eða eitthvað slíkt sem að tengist einhverjum fréttum þannig að þú veist það er svo mikið bak við tjöldin sem er bæði áhugavert og svo stundum líka svona líjandi sko. Ok, en kannski venjulegu maður hefði hugsað, þú veist, að vera í, að þú sagði bara að vera í skotlinni, venjulegu maður hefði kannski hugsað skotlinni, nei takk. En þú svaraði þessu eins og hermaður, bara, já, ég til að taka þetta á mig, eða þú veist. Já, En Leifur, það er komið að... En það var að því ég var búinn að fá hérna nokkra ára hérna uppeldi í því að vera í þessu sem blaðamaður og málið það, þú veist, að þetta er það besta sem ég gert að því að áður en ég byrjaði á DFF var ég bara, þú veist, með lítið sjálfstraust og undirlægja og núna er ég bara undirlægja. Já. En nú förum við í Ára konar hraðspurningun. hraðaspurningar. Já. Við viljum þakka öllum sem var að horfa og er að fara að horfa. Bjarki sé misti af Magdalenu umfjöllunum en hann getur eins og þið öll gripið hana bara á YouTube eða Spotify. Já, ég mæli með Magadóni sögunni, hjá Bjössa. Já, hún var hrikalega góð. En já, ertu komin í stellinga fyrir hraðspurningarnar? Já, Nú færðu bara 3 sekúndur að svara, sko. Ok, let's do it. Besta skákona allra tíma Kostinjúk. á Íslandi? Lenka. Riddara eða biskup? Alltaf riddari. Besti leikmaður sem þú spila með? Á Hjörvar. skákferlinu. Já. Ok, wow. Fyrir ekki, ég minnst þessu. Ég ætla að segja Hjörvar. Hjörvar. Já, uppáhaldsdrykkur? Fuck, rauðin. Óáfengur drykkur? Kók. Uppáhaldsstaður? Fuck. Machu Picchu. Á Íslandi? Húnavarsísland. Önnur hobby? Skriftir. Nei, það má ekki vera atvinna eða áhuga, eða svo að það má ekki vera skák eða blaðmennska. Ferðalög. Hvað er skemmtilegt eftir skákina? Fucking ferðalög. Sækjart, ok, sækjart. Skemmtilega minning á skákborinu? Mátt alveg taka smá tíma þetta er skemmtileg spurning. Það er bara, þú veist, að vinna. Hangjú. Það er að vinna á Hangjú. Já. Það er bara besta tilfinningin sem ég upplega. Finnasti vinnið? Fuck maður, þetta er fucking góð spurning sko. Fyrst sem kemur upp í hugan? Úst, ég held að því að svo sem að ég er með öllum stundum núna ég held að sé Heimir vinnufélagi minn. Ok. Heimir Hannesson. Já. Aldrei eftir syngja eða aldrei eftir tefla? Hvað sér, aldrei aftur? Syngja eða aldrei eftir tefla? Aldrei aftur syngja. Easy. Uppáhalds matur? Messi. Ribæ. Messin.
Ribba og messin. Ribbastek. Það er ribba, já. Sérrétturinn þinn í eldhúsinu? Það er hérna risarækju pasta. Það er rosalegt sko. Þetta skæta hvítin á þetta? Já. Það er chili? Læta sjóða svolítið niður sko. Það er rosalegt. Besti þjálfur á ferlinni? Óli á. Vesti þjálfarfellin. Byrju, er að vera að gumma tótum? Nei, ég á engan slæman. Efnilegasti nefndaferlin? Já, það er ekki í því. Það er Viki Vatt. Byrni Vatnar. Algjörlega. Þá er þetta bara, þá viljum við bara þakka fyrir okkur og viljum bara þakka Hreyfli, AHA, Kölska, Kimi, Payday, Loop, Dominos. Bjössi, takk fyrir komuna. Bara Það var lítið sko. Mosó og Messan Lækjötu og að sjálfsögðu. Voru ekki fleiri styttaraðar eða? Jú, það er svona 80 Ég styttaraðar. ætla að geima hinn helminginn. Nei, tjók. Já, en Björn Þorfinns, takk kærlega fyrir komuna. Thank you. Bara aðalega gaman, Birkir. Sömuleiðis. Takk Og fyrir allir þeir sem hlustuðu og horfðu. Skál. Skál, nákvæmlega. Sjáumst að vikuleginni.